Gestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin á Sólheima. En í ár fagna Sólheimar 95 ára starfsafmæli sínu. En þann 5. júlí 1930 stofnaði Sesselja Hreindís Sigmundsdóttir samfélagið á Sólheima. En verndari og velgjörðarkona Sólheima, frú Vigdís Finnbogadóttir, fagnaði einnig 95 ára afmælistímamóti við þetta tilefni. En það hús sem við sitjum nú í dag í og njótum þessara fundar einmitt í höfuðið á Vigdísi Finnbogadóttur. Þetta hús heitir Vigdísarhús. En báðar þessar merkiskonur, Vigdís og Sesselja, eiga það sameiginlegt að vera brautryðjendur hvor á sínu sviði og báðar hafa haft djúpstæð áhrif á Íslands samfélag með sínu einstaka frumkvöðlastarfi. Vigdís var fyrsta kona í heiminum sem var kosin þjóðhöfðingi í lýðræðislegum kosningum árið 1980 og ruddi þar með braut fyrir konur í stjórnmálum og var mikilvæg fyrirmynd fyrir konur bæði á Íslandi og alþjóðavettvangi. En Sesselja, hún var frumkvöðull í uppeldismálum og umönnun þroskaskertra barna á Íslandi. En Sesselja var auk þess brautryðjandi í lífrænni ræktun á Íslandi og á Norðurlöndum og af sumum kölluð fyrsti íslenski umhverfissinni. Báðar eiga þetta sameiginlegt að vera konur sem fóru ótroðnar slóðir, brutu niður hefðbundin kynjahlutverk og opnuðu nýja leiðir fyrir aðra með frumkvæði sínu og hugrekki. Störf þeirra hafa haft varanleg áhrif á íslenskt samfélag og þeirra minnst sem brautryðjendur hvor á sínu sviði. Umhyggja fyrir velferð og vernd náttúrunnar sameinar einnig störf þessara kvenna. Sesselja hafði djúpa virðingu fyrir náttúrunni og lagði áherslu á tengsl manns og náttúru í öllu sínu samstarfi og Vigdís hefur alla tíð verið ötull talsmaður náttúruverndar og hvatt þjóðina til að kenna börnum að rækta og bera virðingu fyrir náttúrunni og líkti ræktun landsins við uppeldi barna og átti þar við að umhyggja, ást og ábyrgð sem við sýnum landinu sambærileg við það sem við sýnum börnunum okkar. En skógrækt hefur fylgt Sólheimum frá upphafi og ber sérstaklega geta umfangsmikilla gróðursetninga Lionsklúbbsins Ægis á Sólheimum á 6. og 7. áratug síðustu aldar, en Ægismenn hafa lagt Sólheimum til ómælda vinnu og fjárframlög í gegnum tíðina sem seint fást full þökkuð. En formleg skógrækt á Sólheimum hófst hins vegar ekki fyrr en árið 1991 með stofnun skógræktarinnar Ölurs. Frá þeim tíma hefur verið unnið að ræktun og plöntun trjáa í 200 hektara landsvæði í landi Sólheima. Skógræktin hefur síðan þá framleitt bæði tré til eiginnota og sölu, auk þess sem nú áhersla lögð á kolefnisbindingu í samstarfi við framsækin fyrirtæki og stofnanir sem vilja kolefnisjafna starfsemi sína. En skógrækt hefur líka fagurfræðilegt gildi, þar sem hún breytir ásýnd lands og hefur áhrif á heildarupplifun og umhverfinu. Á Sólheimum hefur skógrækt gjörbreytt ásýnd staðarins, sem sýnir sig glöggt þegar ljósmyndir frá upphafsárum starfseminnar eru skoðaðar. Þannig hefur skógrækt haft mikil áhrif á sjónræna fegurð staðarins og trjágróðurum búið til rými, skjól og einstakt vin sem íbúar og gestir með tilheyrandi áhrifum hafa notið til heilsueflandi útiveru og vellíðan. Það málþing sem nú að hefjast hér á Sólheimum ákveðið frumkvöðlastarf. Málþingið trúlega fyrsta sinna tegundar á Íslandi þar sem megininntakið að fjalla markaði með kolefniseiningar. Áhugaverð dagskrá bíður okkar og því ekki eftir neinu að bíða og ég segi hér málþing Sólkol sett. Takk fyrir.
Það mér mikill heiður að fá tækifæri að stýra þessum fundi í dag sem að verður stíft vegna þessu 15 atriði og ef við förum bara 2 mínútur fram úr í hverju atriði þá er það komið strax hálftími þannig að ég verð leiðilegi kalli hér í dag og verð með blöð á lofti þannig að það eru 3 mínútur eftir og tíminn er búinn þegar að rauða flaggið kemur upp og þannig að við þurfum að vinna vel saman til þess að þetta geti gengið smurt fyrir sig. Ég verð samt að segja hér í örfáum setningum að ég held upp á afmæli raunverulega hér í dag. Það er 61 ár síðan ég fekk fyrst greidd laun og það var hér á Sólheimum í girðingaflokki föður míns. En það var sem þetta reyndar í maílok fyrir 61 ári. Þannig að ég brosi hringinn en oft hefur maður fátt betri laun en þessi laun voru mjög góð. Og það var líka mjög eftirminnilegt að fá að borða hérna og ég fekk að smakka ýmislegt sem að kalla bara kál sem ég hef aldrei séð. En þetta var góður matur og mér hefur þótt hérna kál gott alveg síðan. En þangað til hafi ég bara borðað hrossakjöt og kindakjöt. En hvað það, við erum að hefjast handa hér og næst flytur hér ávarp Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra og ég vonast til að tæknin segir að það sé allt klárt. Kæru samstarfsaðilar og aðrir góðir gestir, það mér ánægja að ávarpa ykkur hér í dag til þess að ræða eitt af brýnustu viðfangsefnum samtímans. Hvernig við getum nýtt kolefnismarkaði á ábyrgan og sanngjarnan hátt til þess að takast á við loftslagsvána. Og í þeirri viðleitni gegnir auðvitað Ísland mikilvægu og mjög sérstöku hlutverki. Við búum yfir einstökum náttúruauðlindum, víðáttamiklum vistkerfum, endurnýjanlegri orku og tæknifærni sem mörg önnur ríki geta aðeins öfundað okkur af. En okkar sérstæða felst líka í landin okkar og nýtingu þess. Og þar kemur landnotkun og landbúnaður sérstaklega við sögu. Við vitum að stór hluti kolefnislosunar á Íslandi tengist landnotkun og þá einkum framræstu votlendi og jarðvegseyðingu. En á sama tíma býr landið yfir gríðarlegri getu til þess að geyma kolefni, meðal annars í gegnum endurheimt votlendis, í gegnum skógrækt og bætta landnýtingu og við þurfum í sameiningu að vernda betur það land og vistkerfi sem geyma mikið kolefni. Og ég hef mikinn áhuga á samstarfi við bændur einmitt þetta, því þar eru bæði þekkingin og frumkvæði bænda og annarra landeigenda eru algjört lykilatriði. Þetta eru tækifæri sem við verðum að nýta betur. Kolefnismarkaðir geta orðið öflugur hvati í þeirri vegferð. Við verðum að tryggja að tekið sér fullt tillit til íslenskrar náttúru og samfélags í öllum okkar loftslagsaðgerðum og þetta ættum við að geta með skýrum leikreglum, gagnsæi og traustu vísindalegu mati. Við getum skapað markað þar sem raunverulegar aðgerðir, eins og endurheimt mýra eða kolefnisbinding í ræktun, verða verðlagðar og metnar að verðleikum. Þetta snýst ekki aðeins kolefni, heldur líka atvinnu, líffræðilega fjölbreytni og styrkingu byggða. Hlutverk bænda og landeigenda í dreifðum byggðum eru lykilatriði hvað þetta varðar. Þeir eru ekki aðeins framleiðendur matvæla, heldur geta þeir líka gegnt lykilhlutverki sem vörslumenn lands og lykilaðilar í því að binda kolefni og viðhalda heilbrigðum vistkerfum. Við stöndum nú á tímamótum. Ef vel tekst til getum við þróað kolefnismarkaði sem ekki aðeins styðja við verkefni sem draga úr losun, heldur styrkja byggð, efla lífhagkerfið og styðja við sjálfbæra framtíð fyrir Íslands samfélagi í heild. Kolefnismarkaðir og þáttur landbúnaðar og landnotkunar skipar stóran sess í aðgerðaáætlun okkar í loftslagsmálum. Og á þeim vettvangi vil ég skýra betur forgangsröðun aðgerða, annars vegar með tilliti til kostnaðar og ábata, og hins vegar hvaða sem nauðsynlegt til þess að styðja við innleiðingu skilvirkustu aðgerðanna. Nú til dæmis komin af stað kortlagning á möguleikum endurheimtar á ríkisjörðum að mínu frumkvæði og á grunni þeirrar kortlagningar má skilgreina lönd þar sem endurheimta má votlendi og náttúruskóga, mögulega rækta aðra skóga og vernda þau kolefnisríku vistkerfi sem eru til staðar. Það er líka ljóst að kolefnismarkaðir ná til verkefna á mörgum sviðum eins og endurnýjanlegrar orku nýtni, metanföngunar, föngunar beint úr andrúmslofti, þar eru líka tækifæri fyrir til dæmis landbúnað. Og varðandi kolefnismarkaði þá ætla ég að horfa til tillagna sem koma fram í skýrslu sem
Starfshópur skilaði af sér í fyrra. Þar kemur meðal annars fram mikilvægi þess að tryggja gæði kolefniseininga með skýrum stöðlum og kröfusettum, að verkefni séu vottuð og sannreynd. Við viljum ekki villta vestrið á þessum vettvangi, það gengur ekki og það bara skemmir fyrir öllu öðru starfi í þágu loftslagsmála. Því þetta er starf sem verður að byggja á gagnkvæmu trausti. Ríkið getur gengið á undan með góðu fordæmi, án formlegrar reglusetningar, því í kringum hinn valkvæða markað er eðli málsins samkvæmt ekki mikið regluverk endilega af hálfu ríkisins, en það er þó hægt að setja ákveðin ramma, til dæmis reglur það hvaða skilyrði skuli setja starfsemi skráningarkerfa, og einnig getur ríkið sett sér sjálft innkaupareglur sem myndu hafa mikil áhrif á markaðinn. Dæmi þetta eru auðvitað gæði kolefniseininga sem ríkið sjálft kaupir til þess að kolefnisjafna sinn rekstur eins og lög kveða á. Og hvað ríkið varðar þá þarf sérstaklega að horfa til skilyrða sem varða viðbót eða það sem kallað er additionality. En það er skilyrði að þau loftslagsverkefni sem unnið að hefðu ekki annars verið unnin. Það er að tilkomi viðbóta fjármagn sem til dæmis ríkið hefði annars ekki lagt til. Þetta eru skilyrði sem þarf alltaf að uppfylla. Þannig að ég er með augun á þessum bolta, eins og sagt er, og ég hlakka til frekara samtals og samstarfs þessi verkefni sem framundan eru á þessu svið. Takk fyrir og góða skemmtun í dag. Já, við þökkum aðra fyrir. Það er kannski rétt að þið viti hvað hann heitir sem að stendur hér. Hann heitir Björndal. Þannig að ég glemdi að kynna mig á hann. En næst tekur til máls Hlynur Gauti Sigurðsson sem er framkvæmdastjóri fyrir Kolsbrúna. Hlynur, heyrir þú í mér eða? Ég er búinn að kynna þig mér sjá. Þú fær 10 mínútur. Kolefnisbrúin. Það komið þið sæl og gaman að vera með ykkur hérna. Svona mörg. Það er glæsilegt. Það er gaman að vera hérna á sólumum og ef við lítið aftur fyrir ykkur þá sá við komið sól. Það byrjaði í rigningu. Ég er ánægður með þetta. Allt á réttri leið. Svo er líka stemningin hérna á sólumum æðisleg. Hún er svo jákvæð og skemmtileg og það er svolítið svona það sem við ætlum að gera hérna í dag. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá kolefnisbrúnni. Þessu verkefni sem er búið að vera til í svo alla stund. Hún byggir á því að nýta það sem við höfum í náttúrinu nú þegar. Það heyrist svo hátt í mér hérna. Náttúran bjó til apparat sem heitir tré og bindur kolefni hvað best vegna þess að við nýtum okkur tré og það sem er í skjóli trjánna og þetta er öllu lífi til góðs. Við viljum efla líf, það er skógur. Þess vegna erum við hér. Fyrir árið síðan eða svo fórum við að spjalla við Sólheima fórustu og þetta voru skemmtilegir fundir og margar hugmyndir. Fyrir þetta fyrstu dagskrárinn á stað og ætlum að halda málþing í október síðastliðinn. Það var einhver órói í pólitíkinni þá sem var til þess að við frestuðum þessu aðeins. Áður en það leyti þegar þessi umræða fór hátt af stað. Það var þegar skógarkolefniskröfusetti kom fram hjá Skógræktinni og loftslagsskrá upp úr því. Þá fóru hlutir að gerast og þá gátu menn að fara að tala saman í alvöru við að búa til kolefnismarkað til að efla bændur og bólið með að selja kolefniseiningar. Á búnaðarþingi 2020 þá kynntum við þetta fyrir bændum og þetta var eina atriðið sem að fékk standandi lófaklapp á því búnaðarþingi að þegar ég alltaf sá tekið valgerðan tíma. Upp úr því var stofnuð þessi kolefnisbrú 2021 í janúar. Þið sjáuð í bæklingum þarna fyrir aftan, ég endilega kíkið á það. Þetta var gefið út, 2019 sennilega og það er ýmist gögn sem að hefur eiga ennþá við í dag. Aðeins á bak þessa kolefnisbrú. Hún er stofnuð
af skógarbændum upphaflega, Landssamtök skógareigenda. Og í samvinnu við Bændasamtök Íslands getum við lækkað aðeins í mér. Það ískrar aðeins þegar ég tala. Og svo þriggja manna stjórn skipuð til að stýra brúnni og Jóhann Gísli þar formaður og hann komst ekki í dag en hann skilar kærri kveðju inn á fundinn. Sama á við aðra stjórnarmenn, til dæmis Trausti Hjálmarsson á fullu í Sauðburði. Þannig að ef við haldið þetta á öðrum tíma þá væri þessi salur sennilega sprunginn. Allir áhugasamir eru náttúrulega í Sauðburði. Nei, ég segi svo. Sjálfur ég til framkvæmdastjóri. Hugmyndin með þessu fyrst og fremst að auðga Ísland og efla sjálfbærni Íslands á ýmsa vegu, alla vegu fyrir. Sjálfbærni er svo jákvætt og gott orð eins og við þekkið. Við ætlum að styrkja búsetu og landbúnað allt land. Það fyrsta boðorðið, eða eitthvað þannig. Og efla skógarauðlindina með öllu því sem það fylgir. Við ætlum að þar leiðandi að búa til okkar eigið timbur, hætta eða minnka innflutning þegar líður og býður. Ég er að tala hérna áratugi, sennilega. En tré vaxa yfirleitt á sínum hraða. En samt ótrúlega hratt. Sjá við hérna í kringum okkur. Og svo viljum við hafa allt upp á borðinu. Að það sé engin feluleik. Og gagnsemi og gegnsæi í loftslagsaðgerðum. Þannig að við getum mælt í bak og fyrir eins og skógarkolum er sett upp. Já, þetta litla blóm hann, það útskýrir svona í 6 atriðum, helstu atriðin, byggð, eða ég kalla það stundum fæði klæðu húsnæði hérna, hægra meginn á myndinni, vitna í ákveðna persónu. Svo viljum við efla lýðheilsu og mannlíf og heiðarleika með gegnsæinu. Það má rýna náttúrulega í það allt á heimasíðu kolumnsbrú.is. Ég hef bara 10 mínútur sem ég er að missa, sem ég þegar örugglega komið langt á. Ég ætla aðeins að útskýra hérna smá mynd. Þetta er svona mögulegt upplegg á hvernig við getum þróað markaðinn. Ég er ekkert að segja þessi endanlegt, þetta er bara hugmynd. Sem gæti virkað við okkar tilfelli. Fyrirtæki hefur áhuga að kaupa kolumnseiningar. Það getur verið borgaðan í formi skatts til ríkisins og ríkið setur hann í stundum kallað hít. Eða ekki. Svo getum við farið í hina leiðina og boðið fyrirtækjum að sína ábyrgð, taka þátt í leiknum og hvað beiningar af fyrirtækjum sem að sinna þessu sama starfi, loftslagsaðgerð. Það getur farið óhefbundnar leiðir sem kannski virkar eða ekki, eins og ég sagði það var tré náttúrulega best. Með óhefbundnar leiðinni þá var ég við að setja sótavatn á jörðina sem ég veit ekki hvort að ég tel sjálfur tréningar miklu betri. Svo getum við farið í skógrækt. Við getum unnið með ýmsum félögum sem eru að gera það sama, efla skógrækt og það er það besta mál. Við getum farið með kolefnisbrúnni, sem ég segi aftur, sem er eign bænda og vilji bænda er að vinna þar því þar ef við eflum brúna þá eflum við samfélagið, landbúnaðinn og svo víðari. Eins og ég sagði áðan, þessi hít sem skattur getur verið með, vonandi er þetta ekki hít, vonandi er þetta getum við sett þetta í svona betur sér farveg loftslags hjá ríkinu. Og þá getum við til dæmis farið allar þessar leiðir sem við nefndum hérna áðan. Munurinn er sá að fyrirtækið tekur þátt í aðgerðum og líður betur með það eða borgar skatt. Við veitum hvað skatt er að vinsælur á Íslandi. Já. Öndum léttar, áttu að vera næstíðasta glæran. Þetta er ekki Trump, þó að það sé búið að bjaga hnöttinn svolítið mikið þannig. Þetta mynd teiknuð fyrir löngu síðan, áður en Trump var svona alltaf mikill eins og hún er í dag. En þegar ég horfa á myndina þá finnst mér ég sjá appelsínugul andlit. En allavega, þá er þetta leið til þess að við eflum okkar hag, eflum okkar bara lífsskilyrði á jörðinni í bróðirni við hvort annað. Með markaði kolefniseininga erum við alveg í þvílíku tækifæri til að gera góða hluti. En nú ef allt fer til fjandans þá erum við allavega komið með tré. En ég er ekki að segja að allt fer til fjandans. Ok, takk þessu hugmyndur höfðum ykkar.
Það svo margt þegar ég byrja að tala. Þá getum við örugglega að tala endalaust og ég kom með rauðaspjaldið. Takk ykkur fyrir áheyrnina. Já, takk fyrir Hlynur. Ég vil benda á kaffi og veitingar. Endilega standið upp og fá ykkur kaffi hvenær sem það truflar salinn lítið, þetta rúmgott hér á okkur. En þá erum við búin það sem heitir hér á blaðið opnun málþingsins og við erum komin inn á það sem heitir kolefnismarkaður og það á að byrja með 5 minna vídeói eins og stendur hér í dagskránni. Þannig ef að tæknimenn eru tilbúnir með vídeóið að saga skógræktar á Íslandi, hvorki meira en minna. Saga skógræktar á Íslandi. Fyrir langa löngu uxu alls konar plöntutegundir á Íslandi sem nú þykja framandi, svo sem risavaxinn mammútviður, degli, beiki og eik. En svo kom ísöld. Þegar Norðmenn gáfu Íslandi fyrst auga, var landið þakið þokkafullum birki og reynitrjám, alla leið frá fjöru til jökla. Landið var svo búsældarlegt að þeir hófu landnám. Fyrir öld síðan hafði fólk áhyggjur af jarðvegi sem þeki á hafút. Augljóst þótti að svörðurinn var að gefa eftir og yfirborðsgróðurinn var mjög viðkvæmur. Skógrækt og landgræðsla á vegum ríkisins rekja upphaf sitt til laga skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands sem sett voru árið 1907. Samkvæmt þeim átti hvort tveggja að vera verkefni embættis skógræktarstjóra og svo var til ársins 1914 þegar umsjón með landgræðslu var flutt til Búnaðarfélags Íslands. Eftir það þróuðust verkefni í skógrækt og landgræðslu hvort í sínu lagi í 110 ár. Nú nýtt upphaf og erfitt að segja til hvers það leiðir eða hversu lengi það stendur. Þökk sé Dönum snemma á 20. öldinni barst nægileg þekking til Íslendinga til að reyna notadrjúgar trjátegundir til ræktunar. Fjölmargar tegundir og ýmiss konar tilbrigði við ræktunina voru prófaðar. Árangurinn var upp og niður, en þó kom það oftar en ekki á óvart hvernig hið hrjóstruga land okkar gat fóstrað þessar litlu plöntur. Skógrækt ríkisins, sem áður og eftir hét skógræktin, hélt ræktuninni til streitu í öllum landsfjórðungum, á landi sem nú gegnir hlutverki þjóðskóga. Í þjóðskógunum eru nú okkar stærstu og tignarlegustu tré sem mörg vaxa með sama þrótti og þau gera í Skandinavíu. Áhugi meðal almennings óx og í ungmennafélags anda voru gróðursettir enn fleiri skógar undir merkjum Skógræktarfélags Íslands. Skógarauðlind Íslendinga var að vaxa úr grasi. Seint á öldinni sem leið hófst skógrækt á bújörðum. Ríkið hvatti bændur til nytjaskógræktar og fjármagnaði að mestu ný skógrækt í landi þeirra. Bændur fengu fyrir vikið uppvaxandi skóg og allar þær nytjar sem af þeim hlutust skuldlaust. Nú hafa landgræðslan, skógræktin og skógrækt á bújörðum verið sameinuð undir einn hatt sem heitir Land og skógur. Sú stofnun þekkingar og rannsóknarbrunnur nútíðar og framtíðar. Skógarbændur sem áður stóðu saman undir flaggi Landssamtaka skógareigenda eru nú vaxandi búgrein innan Bændasamtaka Íslands. Ávinningur skógræktar ótvíræður. Hann raunverulegur. Á Íslandi ræktum við margar álitlegar trjátegundir. Búpeningur nýtur skjóls í boði trjánna. Almenningur nýtur útivistar.
Uppskera tryggari og meiri með skjólbeltum og ótalmargt fleira. En tímarnir breytast á meðan skógurinn vex. Megin byggingarefni trjánna, kolefnið sem fyrirfinnst í andrúmsloftinu, er nú einnig orðið helsta fjármögnun nýskógræktar víða veröld. Sjónarmið netjanna, landbótanna, skjólsins, viðarins og útivistarinnar eru nú komin í önnur sæti. Er markaður kolefnisbindingar að taka yfir? Hvernig lítur framtíð skógræktar út fyrir næstu kynslóðir Íslands? Sagan segir okkur að þótt ný tegund skógarnytja líti dagsins ljós, hverfa þær gömlu ekki þar með. Timburframleiðsla, útivist, jarðvegsvernd og margt fleira hætta ekki að vera mikilvæg hlutverk skóga þó að kolefnisbinding bætist við. Kúnstinn mun felast í því að láta öll hlutverkin vinna saman á sem hagfelldastan hátt fyrir skógareigendur og samfélagið allt. Já, þetta var áhugavert vídeó eins og stendur hér, myndband, en nú tekur fyrirkom tækifæri. Já, komið sæl og gaman að vera með ykkur í dag og takk fyrir boðið Hlynur og kollega fyrir að bjóða mér að taka. Ég ætla að reyna að tala svolítið mikilvægt að við fáum bæði ríki og fjármagn inn í þennan heim og af hverju það er árangur. Og ég set kynninguna svona aðeins minna okkur á upprunalegu marka, hvað þýðir þetta og hvernig það er að laga. En svo er að það þess að tólum í það að hvernig fyrirkomulag og það sem þetta ætti og fyrir og þá tækifæri fyrir okkur hér á Íslandi. Við rifum okkur að þetta er eitthvað nýtt markaði sem að byrja og ræti svona rekja til stofnbókun frá 1907. Þannig að þessi markaði er eitthvað sem að hefur þekktur og þing. Náttúrulega fórum inn í samkvæmlega af Kyoto og það er unni bara smálflokkur aukist og orðið mikið. Það er gott að við tegundra kolefnismarka og oft rugla saman, annars er það valkvæði. Og ég ætla ekki að tala mikið reglumarka, en það sem ágætt að hugsa lært af hvað þessu reglubundum marka. Og það er til dæmis ETS, hvernig það er og ef við hugsum ETS-kerfi á Íslandi, það er stóriðjan, flugfélög og þetta stýra að borga fyrir að menga. Það er sunnin frá Evrópusambandinu að þú fær ákveðnar losunarheimildir og þessar losunarheimildir ár frá ári og ef þú mengar meira þá færðu á. Þannig að hvað fyrirtæki að draga og það er líka tryggt, það stundu ekki vel. Og þetta kerfi ETS-kerfi, viðskiptakerfi, þú gengir bara prýðilega á sig. Þarna er skýr rammi fyrir vinna eftir, við setjum áætlanir meðvitað að þessu umhverfi og ákveðin stöðu. Þannig að við erum með fordæmi hvernig við getum virkað fyrirtækin og til þess að þátt í kolefnismarkaði. En þetta er svolítið annað en valkvæði. Því þau eru með valkvæðan kolefnismarkað, þá er þetta eins og segja þetta er eitthvað sem er mjög gott fyrir því. Og þetta er eitthvað sem að hefur verið vaxandi undanförnum fyrirtæki og Rakel meira nót fyrirtækja. En það sem kannski svolítið valkvæða markaðan er að
hann áður svolítið duttlungum einmitt í business og ef það gengur vel þá er þetta að markaður, ef það gengur illa þá minnkar aftur. En meðan í ETS-markaði þú ekkert val, þú verður bara að taka þátt í. Og kannski annað líka með valdamarkað, þetta mjög umbreytt verkefni sem byggja þarna bak. Það ekki rætt öðra náttúrulega eins og útlendi og ýmislegt annað, en svo líka atriði eins og fix og endurork og fleira. Þetta allt hugsað sem tækifæri til að styðja við verkefni eigandi í þeirra vegferð að búa til og gera með saman fyrirtækjanna, ríkis og verkefna eigenda. Og markaðurinn hefur farið vaxandi með hratt, það ekki að fara of djúpt í það, en það sem kannski hefur verið eins og ETS-markaður, það 20 evrur tonn, þetta svona sveiflast aðeins það. Myndin hægri og sýnir markaðinn fyrir valdamarkað og það svona spáð náttúrulega gríðarlega því að fyrirtækin þessi valdamarkað núna samt að finna ekki fyrir áhuga neytenda fyrirtækja, áhuga á fyrirtækja fari í loftslagsvegferðir og fjárfestingar. Þannig að það spáð alveg gríðarlega fjölgun verkefna og vexti í þessu. Og þess hefur verið tíðrætt að það og það einmitt mjög mikilvægt að þessu verkefni séu með framtíðskröfur og til þess að geta staðið raunveruleg binding eða komið losun. Og Sameinuðu þjóðirnar og allt sem þau bera tíma og Guðmundur mun tala með loftslagskraftur sem skýrir þetta betur. En náttúrulega tala kannski meira þróun hérna á Íslandi og þetta eitthvað sem að svona maður segja svona kjarnahópur á staðið í stríðinu að koma og þetta byrjaði hérna því að segja komið þetta harðara ályktunum á svona fram að þessu hafði verið kannski losara bragur á mörgu því sem var í gangi stóra útlendisverkefni og væri binding með veg fyrir losun, en það var kannski ekki búið að svo með líka fyrirtæki að lýsa yfir hlutlaus væru þetta mikið græn og þess að og það var svona ástæða þess það sem það fyrst að vera þrennt það fyrst afturfræði, mælingar og útgáfu kolefniseininga. Það að koma upp nýlega skráningu á útgáfu kolefniseiningum og þetta koma upp ábyrga yfirlýsingar. Og það sem mjög jákvætt að varðuðust og sérstaklega var það 2 fyrstu atriði. Og það vinnuhópur undir svona forsvari staðarins og Haukur einmitt þegar leiddi þá vinnu. Þarna komu þessu glasi saman og við sátum í það verið 2 ár að hvað þurfum við að gera til þess að koma kolefnisjöfnun og á byggjastað. Minnkum þessa áhættu græðbáti og við fórum raunverulega árangur. Og útgáfan var þessi tækni sem kom út og greiðlega góð vinna voru grunni svo því sem Guðmundur líka tala aftur með loftslagsskrána en líka gangi til skóg. Það sem við svona vorum að taka saman við kynntum þetta á þeirra að vera að þetta þýddi það í rauninni fyrir fyrirtækin að fara að hugsa hvernig að nýta hvernig erum við að tala þessu mál. Að þú þurfum að vera ákveðin samrátt áður en að fara að hugsa áður en að fara að kaupa eins þurfum við
aðila sem bjóður kolefnisbindingu að það ákveðin skilyrði upp. Og svo Ísland hafa komin einhverjum svona leikreglur sem stjórn getur þá fylgja sína aðferðafræði á. Það hefur hjálpað greiðlega varðandi þá ákvörðun. En það sem kannski bæta þessu við, það hefur verið margt gert einmitt svo kannski undir stjórn skógræktarinnar. Hvernig getum við stýrt þessi verk og gert það betur? Þekkjum skógarvörn, við rættum það hér og það hefur verið að leiða þá vinnu og Þresti og fleirum. Það frábær vinna og alltaf verið að tala erum við að tala fyrir voðallum. Þannig að segja að ákveðið þrekverki sé unnið sem að bara bera. Þannig að mín byrning er að framboðsleiðin á markaðnum er að styrkjast og við erum komin á skrá, við erum búið að staðla, þetta og þess. En hins vegar virðiskeðjan markaður, hún býst flókin og við þurfum að það í huga. Það að hugsa bæði á eftir. Og það kannski það sem langar að koma inn í hérna sal með vandamálin það sem ég sé þetta meira að vanta fyrir á fjár og það tækir á kúlinn og komin áhuga frá aðeins sem vilja í verkefni en það búið vanta þessu mikilvægt hver alltaf fólk fyrir þetta. Og hérna staðreynd að það ætla bara að ná þessum markmiðum skólaði heimsmarkmiðum og kostar gríðarlega peninga. Og ég er búið að áætla 6,85 milljarða á einu ári. Og það á bara við hér. Það vantar fjármagn í þennan málaflokk. Og ég held að það er ánægjulegt að heyra ráðherra tala hérna. En við þurfum að vera með miklu skýrari ábyrgð hvað hver aðili að gera í ferðinni. Þannig að ríki, sveitarfélög, fjármálakerfi, atvinnulíf, við þurfum að tengja saman og hið opinbera og hvernig þau ná þessu sameiginlegu markmiðum og langt á kolefnisins. Við þurfum miklu og hvernig gerir það? Jú, það er hægt að nota alþjóðlegt slíkur í gangi bæði á Norðurlöndunum, í Asíu, lönd í Þýskalandi. Þannig að það eitthvað sem lagt að eitthvað aðeins. Hvernig getur búið til að marka, hjálpa þau að búið til eftir. Því það er það sem að verði líka að borga gott verð fyrir góð þjónustu. Þannig að við erum spennt fyrir að sjá hvernig það þróast en við þurfum svolítið rík stíga inn til að því að ég er mikið rætt í lífeyrissjóði, banka, fleira og það er allir jákvæður. Það spyrja áhættu, er þetta raunverulegt, er þetta góð fjárfesting og þess. Þannig að við þurfum að finna einhverja svona til þess að fá stjórnum til þess að skapa þessa að skapa ég er svona að hvet okkur líka að hugsa það að vera með byggja betur framboðsleiðina, hvernig getur við hlúa betra það eru líka að fara að borga þessu og já, það er komið að næst er Eva Sævarsdóttir hún kemur frá Rækjur en fyrir samtal við stjórnendur fyrirtækja þú kann líka 12 fyrir Þetta Takk fyrir.
Komið sæl, ótrúlega gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. Ég heiti Rakel Eva og er stofnandi Trade og þegar þú koma fram hér, þá ætlum ég að taka vinkilinn frá sjónarhorni fyrirtækja og bara stuttlega að segja hvað hver og hvað reynslu ég er. Af hverju ég er hér er að ég er undir á markaðnum því ég byrjaði hjá stýrði og heyrðist þar vefsíðu sem farþegar gátu kolefnisjafna sig með hágæðavottum og peningum. Og á kolefnismarkaðnum þaðan fór ég svo og fór að vinna hjá fjárfestingafélagi sem heitir Aspiration og þaðan kynntist ég fyrirtæki sem nýtir að fjárfesta í kolefnismarkaðnum út allan og er að selja fyrirtækja allan sömuleiðis. Og í millitíðinni stofnaði ég eitt ráðgjafarfyrirtæki og við erum núna í samstarfi. Þannig ég er að í samstarfi við Actimítur með því að hágæðaverk. En með þeirri reynslu hef ég líka samstarfi fyrirtæki út allt og hvað er það nákvæmlega sem fyrirtæki leitast eftir. Hvers konar verk, hvaða kröfur og af hverju eru þau eftir þessum einum. Eins og ég segja, af hverju eru fyrirtæki að fjárfesta í kolefnisverkefnum? Jú, fyrirtæki standa frammi fyrir því að sér í lagi þau fyrirtæki og þau eru markmið vera kolefnisfjöldlaus eða net zero. Og það er alveg vitað að þau mun ekki ná því markmiði nema fjárfesta í kolefniseiningum. Það er ljóst. En samtalið hefur þróast úr því að vera markmiðir einungis að jafna móti þeirra losun sem ekki úr sjálf. Í hugsun að fjárfesta í kolefnisverkefnum. Það er ákveðin aðgerð hjá fyrirtækjum að setja sitt fjármagn í góð verk. Þess að það eru skotveldi eða tæknilega lausnir. Og líka svo sem allan heim. Verkefnum, það er ekki bara áhrifin, það er þetta störf. Sérlega kannski skiptir gríðarlega miklu máli að byggja störf. Svo er þetta áhrif á fjölbreytni, gæði vatns. Málið er líka að fyrirtæki ranka við sér eftir 10 ári. Ok, nú þurfum við að fara að kaupa kolefniseiningar því að gera allt til að draga. Nú erum við tilbúin að kaupa kolefniseiningar. Hvar eru þau? Það er nefnilega sem betur fyrir þessi nú eru fleiri fyrirtæki sjá því. Ok, ef við aðgengi inn í framtíðinni þá þarf að fjárfesta í kolefnisverkefni taka tíma. Þetta er langt. Þannig að fyrirtæki geta ekki standa við á beðið bara og svo þegar tilbúin að fjárfesta þá verður engin markmið til. Við þurfum að fara að fjárfesta í kolefnisverkefnum í dag. Og það er samtalið sem ég er að eiga við stjórnendur fyrirtækja er að útskýra þetta fyrir þau. Og það er að sannarlega átta sig á því í dag. Og líka á þessum tækifæri. Og með því að fjárfesta það eru einingarnar á verði heldur að kaupa seinna inn í framtíðinni. En þannig að ég rakst á þessa setningu reyndar á ensku og reynda að yfirfæra hana á íslensku er að það eru margir aðrar út líka ennþá sem eru að líta á kolefnismarkaðinn og kolefniseiningar sem grænþvott eða eitthvað skam. En það er, svo við vitum öll hér inni, að það er ekki rétt. Og þá er það hlutverk, ég myndi segja að það væri hlutverk mín að reyna að sannfæra fólk að útskýra að það er ekki rétt. Það er hlutverk verkefni, þessum eiga verkefni sem vinna verkefni til,
að hlutverk þeirra að tryggja gæði verkefnisins og það sé að vera að nota alþjóðlega staðal og ágæða staðal og fylgja því sem það að fylgja. Svo er hlutverk að útskýra fyrir verkefni að ef það er ekki litið á kolefnisverkefni þá er rauninni ekki trúverðugt að fyrirtæki ætli sér að ná því hlutlaus. En svo má ekki gleyma því að það sem mikilvægast er að þetta er langhlaup, eins og þetta er inni. Þetta tekur tíma að búa til gott verkefni, kolefnisverkefni og vinna að því og koma því markað. En á saman tíma þá vildi líka með benda á það að það sem fyrirtæki, stjórnendur eru að leita eftir og samtals sem lögaðir stjórnendur, það er hérna á Íslandi eða annars staðar í heimi, er það sem vil leggja mest áherslu. Þau vilja, þegar þau hugsa fyrst og fremst eru gæði verkefnisins og að sé hægt að sannreyna að þessi verkefni séu til. Þar kemur náttúrulega vottunin inn og þar kemur skráningarkerfið. Það er bara gríðarlega, það bara skiptir öll. Svo fara fyrirtæki eða stjórnendur að skoða hvers konar verkefni vilja. Tegund, við nota það líka við heimsmarkmiðin sem verkefni snúast við og staðsetning. Og það er mér langar líka að nánast hver einastu stjórn sem ég tala við hér á Íslandi sem í samtali við mig kolefniseiningu. Ég kem með orðið, þegar við með fullt á ótrúlega flottum verkefnum allan heim, með þetta í Afríku, þessi í Suður-Ameríku og rosa flott verkefni, en það er einn og einasti hefur spurt mig en hvað eru íslensku verkefni? Get ég fengið íslensku? Og þannig að ég get alveg stofnað það og svo kunni koma að sinna að það er eftirspurn slíkum verkefni. Þannig að ég er mjög spennt eftir að geta bætt þeim verkefnum á katalóginn hjá mér, geta komið á framtíð. Og það er ekki aðeins íslensku fyrirtæki, heldur er það líka erlend fyrirtæki, sérlend fyrirtæki. Ég veit að ég er staðsett á Íslandi og þá er mjög bra. Og kannski líka í rétt að þess að bæta við svona listi sem nefndi áðan að við hvetjum fyrirtæki að skoða þeirra ákveðna verkefni. Ég þurfa ákveðum frá verði, og ákveða og en svo líka hluti af þessum staðum vegferð, þetta er langhlaup að nú er það verkefni sem er breytt á lítið gæði sýnir stað fyrir gæði verkefni. Það kannski sýnir endurspeglar hvernig markaðurinn og kolefnismarkaðurinn er að þróast. Og kannski bara rétt í lokin, tímessa. Kolefnismarkaðurinn var aldrei hannaður þannig að þetta sé eina lausnin í barnum við getum. Þetta er bara einn hluti af þeim mörgum nauðsynlegu lausnum við þurfum að og skala. Til kolefnismarkaðurinn það strax. Við getum byrjað strax og við þurfum að byrja strax. Þetta er náttúrulega bara mestu máli þarna er að heilindi, gagnsæi og góðri gagnasöfnun og upplýsingaflæði. Þetta er nú þegar í dag og ég er alveg sammála sem Gunnar sagði er að nú þessum þarfirinn að koma eru sem þora að líta, þora að taka sem langtíma fjárfestingu og svo fjármagna þessi verkefni. Þannig að mér finnst þetta skemmtilegt að hugsa þetta líka skógarbændur nýtt. En kolefnisbændur er nýtt umhverfi. Og ég búið að hugsa í leiðinni og vinn líka því að setja upp sólarsellur og við erum að setja það upp núna sérstaklega bara á vatnsdegi. Þannig við erum að tala núna 2 nýjar búnir, sólarsellur
sólar, bændur sem framleiða sól og svo sem framleiða kolefnisbindingu. Þannig að það nú heldur betur í því. En hérna, ég ætla nú ekki að hafa lengra, ég sé eiginlega alveg inn á tím. En ef það einhverjar spurningar eða hugmyndir, við að hafa samband við mig. Takk fyrir mig. Já, ég okkur von, ungu bændum, skógarbændum til framtíðar. Næstur Guðmundur sér loftslagskrá og það náð samkomulag hefur orðið að mindri viðbót. Þetta myndur. Ég ætla að fá að vera með sérþarfir og vera með eigin tölvu. Ég eitthvað ríðulegur í þessu. Þetta var vitleysu megin, sko. Það að klára sig mjög skemmt. Sjá með það. Það er ekki fyrst. Svona. Góðan daginn, ég heiti Guðmundur Stigbergsson, vissulega, og er stofnandi International Carbon Registry. Ákvörðunar mér og ég veit alla mína æsku og gaman á opniðendið og talaði Vigdísarhús og framlag Vigdísar til völdar og þegar ég var í sveit í Gnúpverjahreppi þá fékk ég þann heiður sjáðu mig þarna í grænu peysunni í skugganum að gróðursetja 3 tré með Vigdísi og það voru eitt tré, eitt strengi og eitt tré fyrir komandi kynslóð. Þetta var á svona landspiltu þarna rétt austan við bæ. En við Eystra-Geldigoð bara að hún var vinnukona þarna eins og ég var síðar vinnumaður par excellence. Við sjáum forsetabiðstjórann vera að koma með sem að þessu trjám. Ég var bara að fá þetta rétt á það. Hérna sjáum við þessa skógrækt sem fyrir austan bæinn og hérna sjáum við það með þessar kindur á beit inn í skógarspildunni. En nú það, hvað eiginlega ECR? Eða viljið, við farum Carbon Registry búið til hérna, en ECR eða loftslagskrá vottunarkerfi, annars vegar erum við meðal 2 fyrirtæki, við erum annars vegar vottunarkerfi, við tryggir heilindi loftslagsmerkjum sem er skráð og hérna erum við búnar fyrirtæki sem þróar undirliggjandi tækni til þess að allt sé satt og rétt. Við leggjum gríðarlega mikla áherslu á ISO-staðla í okkar starfsemi og þá sérstaklega þessa staðla 14 síðan 65 sem er faggilegt. En síðast en ekki síst að búa svo hnútana að við séum með mjög stæðan plattform fyrir skrána og reikjavíkana á öllu sem verið að framleiða. Við erum ekkert eina kerfið í heiminum. Við erum okkar samkeppnisaðilar eða systurfélög. Það eru verra Bandaríkin, Sviss, þessu elstu kerfi, síðan eru minni
yngri kerfi eins og Puro, Biocarbon og Isometric sem eru svona yngri kerfi svolítið eins og við sem er svona að leggja meira áherslu á svona nýsköpun í geranum. En það er nú gaman að sjá kunnugleg andlit hérna og við værum ekkert hérna ef það væri ekki fyrir Skógræktina. Við mjög náum með Skógræktina þegar við vorum að starta þessu og nú erum í skránni 20 skógræktarverkefni, síðan 100 alþjóðleg verkefni, bara í öllum heimsálfunum með reyndar í Fiskustofnuninni. Við vinnum með 20 alþjóðlegum útvarpsstofum. Já. Síðan þetta bara af hverju okkur. Við erum aðilar að AIDA sem er alþjóðleg International Emission Trading Association og áttunarkerfi okkur og hvernig við er mikið kennt af ICROA sem International Carbon Reduction and Offset Alliance og er með eitt af 13 kerfum í heiminum sem eru með slíka viðurkenningu. Síðan við vinnum með ýmsum öðrum aðilum og staðlaráði, ég persónulega sérstaklega hef unnið mjög með staðlaráði og sjálfsögður Land og skógur fyrir áður Skógrækt og síðan Kýta sem er prest tryggingafyrirtæki. En hvernig tryggjum við eiginlega þessi gæði? Ég segi ofta að loftslagsverkefni eru mest vottuðu og randskoðuðu bara verkefni sem er bara í heiminum. Það eru verkefni eins og skógálfar og öll verkefni sem að ICROA eru með, þau þurfa að fara gegn vottun sem validation verification. Þarna eru aðilar sem þarna vinstri ástæð. Aðilar sem veita slíka vottun. Þessir vottunaraðilar, þeir eru faggiltir og þarna sjáum við faggildingaraðilar að segja að þeir séu hæfir til þess að votta slík verkefni. Við erum til þess að byrja ANAF sem er einn virtasti faggildingaraðili í heiminum sem er stærstur í Bandaríkjunum. Síðan eru þessi ISO-staðlar sem að veita þessa gæði og síðan er þessi vottunarkerfi sem að tryggja þetta sem að Gunnar og fleiri hafa sagt með viðbótina, additional, bara kröfur. Síðan er þetta þessi tryggingafyrirtæki sem er að koma sem er þarna neðan á sinn sem er að tryggja permanence eða varanleika og síðan eru þetta þessi ratings ratings agencies sem Calix Global, B0 og MSCI og við höfum verið að vinna með B0 til dæmis. En mig langar að setja svolítið þetta í samhengi við hvað þessi loftslagsverkefni er raunverulega að gera. Annars vegar við með þessa samfélagslosun Íslands og Ísland er með sitt markmið saman. En samfélagslosun samanstendur af losun samfélagsins og fyrirtækja á landinu og það er þau bera ábyrgð á þeirri losun líka. Og síðan sjáum við niðri til vinstri hvernig losun er samansett og við búum svo vel að við erum ekki að hafa áhyggjur af orkuframleiðslu. Þannig að okkar losunarprófíll lítur talsvert öðruvísi út heldur en svona hjá öðrum löndum í kringum okkur sem eru núna gegn orkuskipti. En þetta eru vegasamgöngur, landbúnaður og fiskiskipin og síðan úrgangsmálum. Síðan er þetta varðandi hvert við erum að stefna að við til 2030 þá erum við með markmiði upp á 55% losun miðað við þessi 2005 losun sem þýðir að við ætlum að fara niður í 1,5 milljón tonn. Þetta tekur ekki á LULUCF en þetta er kringum 3 milljónir tonna í dag. En þessi losun kemur frá fyrirtækjum og stofnunum. Síðan er þetta með kolefnishlutfall
Við ætlum að vera kolefnishlutlaus 2040 og það þýðir það að losun og binding þarf að og, og til gamans að þá skoði Skógálfaverkefnið hvað þyrfti mörg slík verkefni til þess að geta staðið undir því árið 2040 og aftur, eins og hún Rakel segir, þetta er ekkert sem á að gera, við byrjum á 2040. Að þetta er svona í kringum 1500 verkefni sem að þarf til þess að ná þegar við erum búin að ná losunum okkar niður 2000 og miðað við markmið. Þannig að við þurfum á þessum business að halda af því að við erum hérna tilbaka Hagkaup, Mjólkursamsalan, Krónan, Reitir, þeir eru ekkert að fara sjálf í sína skógrækt eða í að fjarlægja koldíoxíð sem þau eru ábyrg fyrir að losa. Þannig að það þarf að vera markaði með þetta sem að önnur fyrirtæki eru að bjóða upp á þessa þjónustu og lýsa þessu í samhengi við bara sorpþjónustu. Við borgum fyrir að losa sorpið okkar. Af hverju ættum við ekki að gera það sama koldíoxíð sem við erum að losa? Það er vissulega líka úrgangur. En ég ætla bara að hlaupa en bara kannski útskýra hvar við erum. Að við erum þessi miðlægi skráningargrunnur þar sem að fyrirtækin geta eignast kolefniseiningar og verk geta skráð og gefið út kolefniseiningar. Við erum ekki þessi viðskiptavettvang. Við erum eins og verðbréfaskráning fyrir kolefniseiningar. Þannig að við erum að passa upp á eignarhaldið á þessu tilkall til samdráttarlosun. Aðeins að ég er meðvitaður um tímann, en aðeins að útskýra hvernig verkefni verða til að þú ert með einhverja verkefnishugmynd, en er þetta verkefnishugmynd sem aðferð sem Gunnar kom inn á, við höfum verið að vinna náttúrulega eins og skógarkolefnið, það er í tegund af aðferðafræði, votendis aðferðafræði sem við höfum verið að vinna með landgræðslunni, það er ein aðferðafræði, síðan gerir þú svokallaða documentation, skráir niður hvernig þú ætlar að framkvæma hlutina, þú gerir samning við vottunaraðila, hann validatar eða vottar verkefnið þitt, þá er verkefnið skráð, þá getur verkefnið gefið kolefniseiningar í bið og selt til þá aðila sem að ég er á tíma hérna. Síðan með 10 tíma er verkefnið mónitorað eða vaktað, það er síðan tekið út reglulega raunverulega bindingu, þá er verkefnið eða þá þessar kolefniseiningar er bið, þá er þeim breytt yfir virkar einingar sem er þá að nota til þess að mæta losun. Saman með fyrirtæki, þau þurfa líka að taka ábyrgð á sinni losun, þau þurfa að mæla losunum sína, það er þessi skóp 1, 2 og 3 sem ég ætla bara að sleppa yfir. Þau þurfa að draga á sinni losun og síðan á endanum að kolefnisjafna. Aðeins af því að við erum bara við erum líka þessi vettvangur fyrir skráninguna og það sem aðilarnir koma saman aðeins að sýna hvernig project development journey er, verkefnis eigandaferlið er, það er þú forskráðir verkefnið, þú hefur upp viðeigandi skjölum, fer í gegnum vottunina, við fyrir síðan yfir öll gögn, það sé ekki rétt, einingarnar að gefa gefnar út og síðan á endanum þá að gefa út skírteini. Síðan er vottunina, við erum farin að taka meiri þátt í vottunum og búa til umgjörðina vottunina. Þá er dashboard fyrir verkefnum og vottunina, við förum síðan yfir það sem er deilt með okkur, það sé ekki samræmi við kröfur, við erum með chat functionalities þar sem við tölum við vottunaraðilana og verkefniseigendurna ef það þarf að laga eitthvað og síðan út fyrir skráningu. Síðan er þetta fyrirtækið sjálf að við erum
passum upp á svona AML og KYB kallast þetta, bara við vitum hvernig við erum með viðskipti við, fyrirtæki getur skoðað hvaða einingar eru til, sýna ykkur svona aðeins hvernig transfermekanismin virkar, þau fá þessi retirement skírteini sín. Og það eru afneitarar. Það eru til alvöru afneitarar á loftslag sem á loftslagsbreytingar sem bara trúa því ekki að þetta sé að gerast. Það er vegna þess að kunna lítið í efnafræði. En svo eru til aðrir afneitar og það er það sem við erum að fást við og það er það sem er til dæmis að hafa áhrif á pólitíkina hér á Íslandi. Segjast ekki vera á móti aðgerðum en vilja bara ekki þetta ekki vatnsaflsvirkjanir, það má ekki stípla ár, ekki vindmyllur, það eru svo voðalega ljótar, ekki sólarsellur, það eru líka ljótar, sumir vilja ekki einu sinni rafbíla og sumir vilja ekki skógrækt. Og vilja alls ekki að neinn geti grætt á neinu. Sérstaklega ekki útlendingar. Og þá kemur þjóðernishyggjan upp í fólki. Hún er nokkur rík hjá okkur Íslendingum. Það er nefnilega munur á föðurlandsást og þjóðernishyggju. Föðurlandsást er að vilja landi sínu og þjóð vel. Þjóðernishyggja er að telja að önnur lönd og aðrar þjóðir séu lakari heldur en okkar. Og það eru til ljótari orði yfir þjóðernishyggju en ég ætla ekki að fara með þau hér. En þetta þurfum að varast og þetta hefur svo oft komið upp á yfirborðið í skrifum þetta, á fundum, að það er alveg agalegt ef að útlendingar fá að græða á loftslagsverkefnum hér á Íslandi. Þetta er mjög slæmt finnst mér. En þegar þetta sama fólk er spurt lausnir, hvað viltu gera þá? Þá er fátt svör. Aðalega bara eitthvað annað. Þetta er það sem er við að eiga. Og þetta heyra stjórnmálamenninir líka sem eiga helst að styðja okkur í því að fá einkageirann til þess að verða virkur í að binda kolefni og þar fram eftir göttunum, en þykjast ekki gera það. Vegna þess að þeir eru svo hræddir við að þetta er umdeilt. Af því að einhver pínlítill hópur stígur fram og segir nei, útlendingar mega ekki græða, nei, við megum ekki nota stafafuru, nei, við megum ekki jarðvinna til undirbúnings skógræktar. Við þetta er að eiga. Þetta er afneitun á ábyrgð. Að vilja ekki skógrækt eða ekki stafafuru eða ekki jarðvinnslu eða ekki nota mólendi eða hvaða nú er afneitun á ábyrgð. Og í raun afneitun á því að það þurfi að takast á við loftslagsbreytingar. Þetta þurfum við að eiga við í þessu félagslega umhverfi okkar. En eina leiðin til að eiga við þetta er að svara á móti og segja, jú, við viljum visst meiri skóg. Skógur getur gert mjög margt. Ekki bara bundið kolefni, heldur margt annað líka. Og við ætlum að hafa skógrækt sem hluti af okkar svari í loftslagsmálum. Við verðum að takast á við þessi mál af því að framtíðin er svo erfið öðruvísi. Það blasir samkvæmt sumum, ég er nú ekki alveg svo svartsýnn að halda það ennþá sjálfur, en samkvæmt sumum þá erum við að horfa fram á hrun heimsmenningarinnar sem við þekkjum öll og höfum öll alist upp við. En þróum landbúnaði í átt að sjálfbærni og ræktum miklu meiri skóg. Takk fyrir. Takk fyrir, Þröstur, 3 sekúndur yfir. Ég lofaði að ég er leiðileg maðurinn í dag en það er ekki alveg svo. Vegna þess að nú veit ég að það er komið að einni bestu súpu sem er gerð hér á stóru svæði. Tómatsúpa á Sólheimum með brauði gjörðu svo vel.
hvernig það má bara koma til þín og við gefum okkur hálftíma í mat. Jæja, gott fólk. Lítil könnun í salnum, var súpan ekki í góðu lagi? Algjörlega. Þetta greinilega 10 af 10. Þá erum við komin í, ég veit ekki hvað að kalla, svona nýtt þema á þessu málþingi sem fagleg skógrækt. Og við ætlum að byrja hérna á Jóni, hann með vídeó spennandi hluti hvernig á að mæla rúmmál skóga, það ekki rétt Jón, gjör svo vel. Segum við í örfáum sendingum og svo setjum við vídeó á stað. Já, ég heiti Jón, ég frá fyrirtæki sem heitir Orb og við erum að gera tæki til að mæla og taka út skóg og eins og við fengum að heyra fyrir hádegismat, þá þetta allt bara gegnsæi rekjanleika, þannig að núna ef að mælitækið að taka upp myndir af trjánum, þá verður mjög auðvelt að rekja allt tilbaka og sjá nákvæmlega hvaða tré eru á bakvið einingarnar og já. Já, við í Orb, við erum búin að þróa tölvusjónarhugbúnað til að mæla skóga og síðastliðin 2 ár þá við unnið að því að þróa app sem að getur skannað inn tré og mælt þvermál trjáa í brjóststæð og hæð sem eru helstu mælistæðirnar sem að þarf til að meta víðarmagn. Ok, prófum þetta bara tré hérna, Sverra. Til að setja miðju mælireitsins þá ýtir maður hérna þennan takka og þá má sjá að það birtist girðing í viðbótarveruleika sem afmarkar mæliflutin. Til að mæla þvermál þá þarf að færa sig örlítið í kringum tréð og síðan áætlar hugbúnaðurinn sjálfur þvermálið. Svo hægt að setja hérna, staðsetja botninn á trénu og þá erum við komið með staðsetninguna í brjósthæð. Eins og sjáum á þá þvermálið 19 cm. Svo hægt að fara að mæla næsta tré. Við erum búin að vera að vinna þróun hugbúnaðar fyrir Android núna í 2 ár og erum núna tilbúin til að gefa hann út, þannig að það verður hægt að fara að mæla tré. Eins og sést þá fellur þetta tré fyrir utan mælireits. Hér tré innan mælireits. 16,7. Kýp. Já, við erum búin að þróa þetta til að auðvelda bæði útæktaraðilum og öðrum við að mæla skóga og vonandi geta það skógarbændur fengið betri yfirsýn yfir standandi viðarmagn og ástand skógarins. Já, bestu þakkir Jón og kveðju til þíns samstarfsfólks. Þá erum við komin að fá að heyra skipulagsfulltrúa lands og skóga, rækt í sátt við land og þjóð og það Páll Sigurðsson, gjör svo vel. Takk fyrir þetta. Hlynugötu einn af fáum mönnum sem ég hef séð nota tölvu fríhendis. Gerir það listilega. Já, bara ánægilegt að vera hérna og mér fannst afskaplega hressandi að heyra að hlýða á erindi Þrastar hér fyrir hádegi og gaman að heyra eitthvað sem maður sammála og vill heyra. Þetta svona alltaf mjög hressandi og gott á og til. En
Mér langar í þessu erindi mínu að renna yfir hvað gæti helst falist í þessu að skógrækt sé í sátt við land og þjóð og kannski að benda á færa leiðir að því marki og við nú kannski spilla spennunni fyrir ykkur með því að segja að í lokaorðinu verða þau að við séum bara að gera þetta allt rétt, þannig að engar áhyggjur en langar að fara aðeins yfir það. Og velti því aðeins fyrir mér þegar ég fékk þessum titli úthlutað hvað altså rækt í sátt við land og þjóð, hvað þetta merkti og það sem sagt mín, já, þannig ég velti þessu aðeins fyrir mér og einhvern tímann heyrði ég þá fyndni að sko mannleg tilvera ætti sér 4 megingreinar, það voru hestar, sauðfé, og skógrækt en svona án skammans þá held ég að tilverunni hún oft skipt í umhverfi og mannfólk. Skógrækt og skógar hafa áhrif á margt í kringum sig, snerta marga fleti tilverunar. Helst má segja að áhrifin sé á náttúruna, störf og athafnir okkar fólksins og svo beinlínis á okkur sjálf, náttúra, atvinnulíf og mannlíf. En vissulega skarast allt í nýjum gæðaviðmiðum val á landi til skógræktar og ég myndi gjarnan vilja að þið legðu þessu orð á minnið, ný gæðaviðmiðum val á landi til skógræktar, þau koma væntanlega út í sumar eða haust og eru búin að vera lengi í smíðum og eru cirka það sem þau heita. Í þeim að þá allt þetta, öll þessi áhrif, náttúru, atvinnulíf og mannlíf brotið niður í 31 þátt. Þetta eru til dæmis vernd góðs ræktarlands og fuglalíf og jarðvegsvernd og kolefnisbinding og atvinnulíf og margt fleira. Heilsa. Öll þessi áhrif skóga og skógræktar á alla þessa fleti og þætti tilverunar, þau geta verið frá því að vera neikvæð, yfir að vera jákvæð, frá því að vera lítil og yfir að vera mikil og allt þar á milli. Og þetta er ágætlega teiknað hérna á glærunni. Nú og hver er ramminn utan þetta? Rækta í sátt. Það eru lög í landinu og reglugerðir og í þeim mælt fyrir ýmislegt sem snýr að skógrækt. Til dæmis í náttúruverndarlögum mælt fyrir sérstaka vernd votlendis. Ákveðin stærð, í lögum menningarminjar mælt fyrir helgunarsvæði fornminja. Og flest liggur þetta tiltölulega ljóst fyrir. Það vissulega engin lög þar sem mælt fyrir hvar megi rækta skóg og hvernig og hvar ekki. En við erum ágætlega með að nóturum þessi helstu lög og hvað þau merkja fyrir skógrækt. Og svo eru líka aðskipulag sveitarfélaga, þar eru ýmis skilyrði hægt að finna í hverju sveitarfélagi. Annars vegar beinlínis skógrækt og þau eru afar mismunandi eftir sveitarfélögum og hins vegar eru það ýmis konar verndarákvæði sem merkja í raun að skógrækt teljist þar óæskilegt, til dæmis Hverfisfjörð. En þó að við þekkjum lögin vel, þá ýmislegt það sem hægt að finna í lögunum sem loðið, það hægt að teygja það langt, til dæmis varúðarreglan í náttúruverndarlögum. Hún mælir fyrir að þegar óljóst sé hvaða áhrif framkvæmd hafi á náttúruna, þá skuli leitast við að koma í veg fyrir mögulegt og verulegt tjón á náttúruverðmætum. Og það alveg hægt með vilja að segja að þá sé skógrækt allstaðar óheimil, en við vitum betur og það náttúrulega einhvers konar millivegur sem við förum eðlilega. Nóg það. Hér til hliðar eru svo allar hinnar fjölmörgu stefnur hins opinbera. Þessar stefnur eru nokkuð torf. Ég hef ekki fundið neitt stað á internetinu eða neins staðar þar sem að þeim hefur skipulega verið smalað saman, en almennt þá þessum málum komið þannig fyrir að það kallast á. Það eru ein heildarlög eitthvað málefni, ein stofnun sem hefur þau með málun að gera og svo ítarleg stefna þessi málefni. Og ágætis dæmi þetta eru lög menningarminjar og svo minjastofnun og þá náttúrulega minjastefna. Hún í smíðum, veit ég. Annað gott dæmi Land og skógur, það stofnunin okkar sem vinnur eftir lögum annars vegar landgræðslu og hins vegar skógrækt. Og stefnan svo ein fyrir hvort tveggja, land og líf. Og skemmtileg lesning, við hafið kynnt ykkur hana. Og það einmitt mælt fyrir þessa stefnu í lögunum skóga og skógrækt. Það segir að ráðherra gefi eigi sjálfnar en á 5 ára fresti út landsáætlunum og landgræðslu og skógrækt til 10 ára í senn. Í áætluninni skal kveðið á framtíðarsýn og stefnu stjórnvalda í landgræðslu og skógrækt með hliðsjón af markmiðum laga þessara og laga landgræðslu. Takk.
Þetta sem sagt rauninni að lögin mæla fyrir það að við eigum að hafa stefnu í þessum málum. Og allt hefur þetta, stofnunin, lögin og stefnan, verið smíðað á bara nokkrum árum. Landgræðslulögin eru síðan 2018. Allt hitt yngra, en vissulega þetta á nokkuð traustum grunni þess sem fyrir var. Eina stefna sem beinlínis fjallar skógrækt land og líf, en til dæmis í landbúnaðarstefnu næstum því ekkert minnst á skógrækt. Í mörgum þessara stefna má þó finna eitt og annað sem snýr að skógrækt, til dæmis klausu í landskipulagsstefnu sem að ég hef mikið klórað mér í kollinum yfir og fleiri kannski, og það stendur: við skipulagsgerð í dreifbýli verði landi sem hentar vel til ræktunar matvæla almennt ekki ráðstafað til annarra nota með óafturkræfum hætti, svo sem til skógræktar. Og geymið þetta gjarnan í huga ykkar í smástund. Svo stendur líka í landsskipulagsstefnu að það skuli marka stefnu landnotkun sem dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda og eykur bindingu kolefnis, svo sem skógrækt, endurheimt votlendis og jarðvegs. Á heildina lítið held ég að það sé bara af hennu góða að þessar stefnur séu til og upp á borðum. Annað væri náttúrulega búraháttur af hálfu hins opinbera. Sumpart bera þær þess merki að hafa verið skrifaðar af sérfræðingum sem telja eigið fagsið mun mikilvægara heldur en allt annað. Og ég man hérna eftir prófessor þegar ég var að læra sín tíma og hann endaði alltaf alla fyrirlestra á því að þetta er það mikilvægasta sem ég ætla að kenna ykkur. Og það sagði hann 20 sinnum. Það var sem sagt ólíka hluti. Allt var mikilvægast. En ef maður les þessar stefnur þá finnst mér stundum að rekast hver á annar horn en það er bara eins og gerist. Þetta er alls ekki marklaus plögg. Það er gott verkfæri til að styðja sig við, til að skilja bara þá stefnu sem hefur verið að marka í þjóðfélaginu ýmislegt, þar á meðal skógrækt. Og hverjar eru þessar meginlínur sem ég sé? Það er að það á að rækta skóg sem bindur kolefni, fólki til ánægju og skapar atvinnu. Og það á líka að passa að skógar gangi ekki of á önnur gæði landsins. Þetta er alls ekki ógerlegt að koma til móts við þetta. Og svo höfum við hér almenningsálitið, skoðanir fagfólks og allt þar á milli. Í lýðræðissamfélagi eins og okkar ættu skoðanir og vilji almennings og fagaðila að hafa áhrif á bæði löggjöf og stefnumörkun. Það er kannski þar sem þessi sátt við þjóðina liggur og alla jafna þá ætti það að ganga, að sko, það sem í gangi í þjóðfélagum, það sem að almenningur telur ættu að endurspeglast í stefnumörkun og lögum. Og ég held að geri það miklu marki. Og hver er svo stefna okkar, Lands og skógar, til dæmis í umsögnum mál sem fjallað skógrækt? Það er að benda á jákvæð áhrif skógræktar ef það er vel á málum haldið. Hvetja til þess að skógrækt sé ekki látin bera óþarfa kostnað, til dæmis við aðalskipulagsbreytingar. Það eru til aðrar og betri leiðir, til dæmis að óska eftir einhvers konar mati á skógræktinni þegar umsóknin framkvæmdaleyfi er send. Og ég held að þessi nýju gæðviðmið valarlandi til skógræktar ættu að hjálpa til. Og svo í þriðja lagi að hvetja til þess að ekki séu settar hömlur á skógrækt nema að það séu fyrir því málefnalegar ástæður. Og þetta hljómar kannski ekki mikið, þetta er nú bara ein glæra og 3 punktar en það er glettilega oft sem að við þurfum að eyða óheimi púðri í að koma þessu til skila. Og náttúrulega bara þrotlust starf og það sem við gerum dag og nótt. Og nú hef ég farið í nokkuð löngu máli yfir hvað ég held að felist í þessari sátt við land og þjóð. Það er að fara eftir lögum og íhuga stefnu hins opinbera og það er eðlilegt og nauðsynlegt að við séum bara meðvituð það og gerum það reglulega og stöðugt. Skógum og skógrækt fylgja mikil gæði, efnisleg og óefnisleg. Að taka land undir skógrækt hefur einnig í för með sér fórnarkostnað. Það er að þau gæði sem felast í landinu eins og það tapast að einhverju leyti þegar það breytist. Ásýnd skóga, útsýni, útivistargildi, það hvernig skógar samrýmast annarri atvinnustarfsemi, atvinna á skógrækt. Allt skiptir þetta miklu máli fyrir það hvernig almenningur tekur aukinni skógrækt. Og það er þess vegna mikilvægt að vanda til skógræktar.
þannig að gagnið á skóginum verði meira en minna og ásýnd hans verði sem fegurst. Og það mín loka orð að ég held að bara heilt yfir að það hafi geranum tekist það ágætlega og ég sé ekki annað í spilunum en að það verði þannig áfram. Já, takk. Takk fyrir, Páll. Ég einn af þeim sem að segja nú ofta að Páll svona mikilvægasti starfsmaður skógræktar á Íslandi. Þetta svo mikilvægt skipulagsmál en þau eru orðin erfiðar og erfiðari eftir sem að fleiri sem hafa vita á hlutunum koma að þessu. En þá var það Kristín Sveiney, skógarvistfræðingur hjá Landbúnaðarskóla, lífvöxtur með skógrækt. Ég þarf að skoða greinilega dagskrána betur. Ég skil vel að þú hváir af því að ég ekki Kristín Sveiney. Ég heiti Helena Marta Stefánsdóttir og hérna til að flytja erindi Kristínar Sveiney þar sem hún lasin. Þannig að ég skil vel að þú hafir runnið á því 2 grímur þarna. Svona þetta. Það ekki? Glæsilegt. Ekki kannski minna það að þetta 12 mínútur. Þetta 12 mínútur, en Palli notaði ekki alla sína 20. Ég á það til góða. Jæja. Heyrðu, það sem mig langar til þess að koma inn á hérna líffjölbreytni í skógrækt. Og ég veit vel að þetta málþing kolefniseiningar og kolefnismarkað, en líffjölbreytni eða líffræðilegur fjölbreytileiki eitthvað sem mikilvægt og einstaklega mikilvægt að við tökum tillit til þegar litið til skógræktar og í rauninni allrar landnotkunar á landi. En eins og ég segi, þá það Kristín Sveiney sem ætlaði að flytja þetta erindi fyrir ykkur, en Helena heiti ég og að vinna hjá Land og skógi, líka skógarvistfræðingur og núna hef ég tekið við íslenskri skógarúttekt við honum Arnóri Snorrasyni, ef þið kannist við hann. Hvað ef að ég sagði ykkur að líffjölbreytni gæti í raun aukið virði kolefniseininga? Það rauninni það sem að mig langar til þess að sýna ykkur hérna í dag. Það sem að ég sjálf vinn ekki beint með kolefniseiningar, þrátt fyrir að ég sé í rauninni að meta hver kolefnisbinding með skógum. En þessi fyrirlestur í rauninni frá því sjónarhorni vistfræðinnar og hugsaður sem hagnýtt sjónarhorn á hvernig náttúran sjálf getur styrkt kolefnisbindingu og leið skilað betri langtíma árangri. Líffjölbreytni þannig að þegar við hugsum skóga, að þá eru skógar mjög mismunandi vistkerfi. Einn skógur ekki endilega það sama og annar skógur. Með því að tryggja það að sé meiri fjölbreytni í skógum, að þá erum við í rauninni að gera vistkerfin öflugari, sveigjanlegri og líklegri til þess að viðhalda virkri kolefnisbindingu til lengri tíma. Með því að auka þanþol og seiglu vistkerfa og heilbrigði þeirra, þá standast vistkerfin betur áföll eins og til dæmis sjúkdóma og þurrka og veita þannig stöðugra og traustara kolefnisvirði. Það hjálpar líka að með því að huga að líffjölbreytni eða líffræðilegum fjölbreytileika í skógarvistkerfum, þá erum við óneitanlega að bæta vatnsgæði og heilbrigði vistkerfanna og lífvænleika þeirra. En hvað líffjölbreytni eða líffræðilegu fjölbreytileiki?
Þetta er orð sem er fleygt fram, þetta er svona tísku orð í dag. Allir eru að passa upp á líffræðilegan fjölbreytileika og vera ekki að minnka líffræðilegan fjölbreytileika í vistkerfum landsins. Svo er alls konar fullyrðingum fleygt fram það að ákveðin vistkerfi séu að draga úr líffræðilegum fjölbreytileika. Eins og til dæmis er mjög oft sagt skógarvistkerfi. Líffræðileg fjölbreytni í skógum vísar í rauninni til fjölbreytileika allra lífvera innan vistkerfisins. Og þá erum við að tala tegundafjölda og tegundafjöldi, þá erum við að tala allt frá örsmáum örverum og upp í stór tré og jafnvel stærri spendýr. Allt þar á milli. Við erum með plöntur inn í þessu, við erum með fugla, við erum með smádýr, dýr, allt sem alla hluti sem tengjast inn í vistkerfin. Lykilatriðið í að viðhalda, sem er í rauninni það sem við þurfum að fást við, er að viðhalda þessu jafnvægi og virkni í vistkerfunum. En hvar er líffræðilegur fjölbreytileiki eða líffjölbreytni mest? Ef maður spyr ChatGPT, þá segir hann að það sé í frumskógum og regnskógum á suðurhveli, eða sem sagt sunnarlega á jarðkúlunni, að líka í fjalllendi í hitabeltinu og kóralrifjum. Þetta eru kannski allt saman vistkerfi sem við höfum ekkert rosalega mikið yfir að ráða. En hins vegar að þá er það líka í gömlum, ósnortnum skógum og á Íslandi erum við með frumskóga. Þetta eru gömlu birkiskógarnir okkar og þeir hafa að geyma háan líffræðilegan fjölbreytileika. En það er ekkert endilega trjánum að kenna að þakka eða öðrum lífverum. Málið er að vistkerfið sjálft er í svona tiltölulega góðu jafnvægi þegar það er komið á þetta stig. Skógurinn fara að endurnýja sig og það er búsvæði fyrir alls konar lífverur. Hvar er fjölbreytni minnst? Minnst er kannski ekki alveg rétta orðið til að nota þarna, en óneitanlega ef við hugsum skógarvistkerfi, þá eru planteygru skógar þar sem að horft er til einnar tegundar, eða tjálta til einnar tegundar, með einsleitni í aldri, með þéttum, þegar það er plantað þétt og þegar umhirðan miðar ekki endilega að því að styðja við líffjölbreytni. Mikil vélanotkun og jarðrask er í rauninni mikið í þessum vistkerfum sem eru svolítið bara steríl, má segja, af því að eina markmiðið er að láta trén vaxa beint upp í loftið. Það er mjög mikilvægt þegar við erum í svona verkefnum að við hugsum til þess að fjölbreytni í tegundavali er mikilvæg þegar kemur að líffjölbreytni. Þegar horft er til sjúkdóma og meindýra sem leggjast á vistkerfi, þá er iðulega ef að ein tegund sjúkdóma eða skordýra byrjar að grassera einhvers staðar, þá leggst hún aðalega á eina tegund. Og það er af því að skordýrin þau sérhæfa sig í tegundum. Þau vilja frekar eina tegund af því að hún er listugri eða hún er betri eða það er betra að búa á henni eða hún kýs það. Alveg eins og asparglittan, hún vill aðalega ösp, hún að sjálfsögðu ræðst á tegundir sem eru líka skyldar öspinni
en hún fer ekkert á birki, hún ekkert að valda neinum skaða á birki. Það sama á við til dæmis barkabjöllur. Barkabjöllur eru farnar að láta ansi vel á sig kræla núna síðustu ár og þær leggjast að mjög miklu leyti á greni og furu og þetta eru það að setja eina tegund á skógsvæði, í stórt svæði, að þá erum við svolítið að setja öll eggin í sömu körfu. Þau standa síður af sér stórvægileg áföll, þessi vistkerfi. Og tegundir eru svo líka misviðkvæmar fyrir umhverfisbreytingum. Sumar tegundir hafa meira þol og svo ef við erum með fjölbreytni í tegundavali í skógarvistkerfinu sem við erum með, að þá erum við líka að auka möguleika vistkerfisins til að standa af sér alls konar veðurfarsbreytingar og sjúkdóma og áföll. En hvernig getum við aukið líffjölbreytni í skógum? Það getum við gert með, eins og ég kom inn á, tegundum eða jafnvel kvæmum eða að setja ekki allt í heilt svæði sömu tegund og sama kvæmi. Af því að þær standa líka misvel af sér áföllin eftir kvæmum. Það mjög mikilvægt að við hugsum til þess í skógræktaráætlunum að hafa opin svæði og að þegar við gerum áætlanir á svæðunum að við séum að huga að því að landi bjóði upp á fjölbreytt búsvæðaval. Fyrir ekki bara fugla eða ekki bara blóm, heldur fyrir allan skalann. Af því að við erum með lífverur sem eru að nærast á mismunandi hátt. Og að halda raski í lágmarki og reyna að minnka áhrifin af raskinu. Höfum opin svæði, það ekki bara betra fyrir líffjölbreytnina, heldur þetta líka ákveðin varnarmekanismi eða varnaraðferð gagnvart útbreiðslu á eld og auðvelda slökkvistarf og styður við fjölbreytni í mismunandi búsvæðum. Hérna sjáum við myndir eftir barkabjöllufaraldur í Evrópu, þar sem að það eru heilu skógarnir sem hafa verið lagðir að velli af örsmáum smádýrum sem að hafa náð allt að 6 kynslóðum á legg á einu sumri. Og þegar faraldurinn er orðið svona gífurlegur, þá vægir hann ekki einu sinni heilbrigðum trjám. Jarðrask, við höfum oft heyrt talað að, og við heyrum þetta óneitanlega, já, nú þessi dottin út, já. Það mikið talað jarðrask, eina mínútu. Mikið talað jarðrask, það slæmt fyrir líffjölbreytni að jarðvinna land, en hins vegar þá getum við, það óhjákvæmilegt til þess að binda þessar kolefniseiningar, en við skulum hafa það í huga að þetta er ekki bara innantómt blaður að jarðvinnsla sé hræðileg eða slæm. Hún hefur sína kosti og hún hefur líka galla í för með sér. Mér langar að sýna ykkur hérna, ég hoppaði yfir hérna aðeins, þetta eru myndir sem ég fékk frá manni í Þýskalandi. Við vorum á fyrirlestri hérna varðandi LULUCF í Ispra á Ítalíu bara fyrir vikunni. Og ef við horfum á myndina hérna til vinstri, þá sjáum við hlutfall
mismunandi hlutfall eftir dauða trjáa í skógum í Þýskalandi. Og bláa línan, hún sýnir greni sem að við sjáum að að aukast ansi hratt, sem sagt mortality rate á greni í Þýskalandi. Og hvers vegna það? Það hægri myndin hérna sem að sýnir hvað það sem að valda þessum dauða hjá trjánum, að bláu súlurnar, þetta eru sem sagt windthrow eða sem sagt veður eða sem sagt þættir af veðurfarslegum ástæðum sem að eru að valda dauða trjánna. Það eru gjörfell eða sem sagt felling vegna veðurofsa eða þurrka eða öðru slíku. En svo rauðu súlurnar þar fyrir ofan, þetta eru barkabjöllurnar og skordýra sjúkdómarnir. Og eins og þið sjáið, þá hafa bara orðið gífurlegar umbreytingar á því hvað það sem að valda dauða trjánna í Þýskalandi. Og þetta eru þessar bláu og rauðu súlur sem eru alveg að stinga í augun, af því að þetta svo mikið, þetta svo þessar neðstu tvær hérna lengst til hægri. Aukningin svo svakaleg. Við skulum vernda og efla líffjölbreytni, bara höfum þetta í huga þegar við erum að hugsa kolefniseiningar. Eflum seigluskóga og heilbrigði vistkerfanna, ekki setja öll eggin í sömu körfuna og heilbrigð vistkerfi eru mikilvæg fyrir okkur öll. Þetta eru sem sagt Kristín Sveina hérna lengst til hægri og við erum hérna þrjár sem erum að teymi líffjölbreytni í skógvistkerfum hjá Land og skógi. Langaði bara að sýna ykkur hver Kristín Sveina Heyrðu, en þetta komið svona. Takk fyrir daginn. Já, takk fyrir kærlega. Helena, ég sá að þú varst komið með svip og ætlaði að fara að segja eitthvað áðan, en það sem var ekkert inn á dagskrá hjá mér að þú ætlaðir að standa hér upp, þá byrst afsökunar að ekki borist til mín. En erindi var gott, takk fyrir það. Næsti sem að kemur hingað í pontu, að hver einasti skógabóndi þekkir hann, viðkomandi, undir nafninu endurmenntunarstjóri í skógrækt, Björgvin Eggertsson. Gjörðu svo vel. Tré eru meira en kolefni á 12 mínútum. 12 mínútur, já. Hvað þessi mús? Þetta svona sem kalla mínifyrirlestur þarna. Já, þetta svona smá letri sem að menn vilja kannski fá þetta á. Hvernig sé það hérna? Setja mús þar. Ég geta að setja á. Hvað þessi mús? Hvað músin? Þetta stundum með endurmenntunarnámskeið í eyðingu meindýra og þá, ef maður talar mús þar, þá var allt vitlaust náttúrulega námskeiðinu. Er það hérna? Já. Voilà. Hérna, takk fyrir þetta, Linur. Já, ég heiti Björgvin Eggertsson og starfsmaður Garðyrkjuskólans á Reykjum og ætla aðeins að fjalla tré, en sérst að skóginn sjálfan, hann meira en kolefni. Og hérna þegar ég var lítill ungur maður, byrjaði að gróðsetja mín fyrstu tré í sveit á Skeiðunum, þá voru nú bara að reyna að búa til skjól.
það var ekki talað kolefnisbindingu, þetta, ég veit ekki hvort það var eins og, jú, eitthvað starf var kannski til, en í dag eru menn farnir að tala þetta náttúrulega sem sölutæki, að tala kolefnisbindingu, áður fyrir voru náttúrulega bara að rækta skó og má segja að kolefnisbinding sé afleiðing skóræktar, ekki orsökin. En kolefnisbindingunni lýkur þegar tréð fellt og skórækt eða skórækt á ræktun á trjám í margvíslegum tilgangi og vert að halda öllum þeim hlutum til haga og svona koma aðeins inn á það með ykkur í dag því að það náttúrulega fjölbreytt vistkerfi eins og Pínu hefur komið inn á og bændur voru náttúrulega að reyna að skapa sér, sést nú ekki voðalega vel myndirnar svolítið bjartinni á okkur, að hér voru menn að reyna að skapa skjól bæði fyrir sig sjálfa í landbúnaði og fyrir mannfólkið, dýralífið, kýr og beit við skjólbelti. Þetta algeng sjón hér í uppsveitum sunnanlands. Það þekkist kannski minna fyrir austan því að það alltaf gott veður þar. En hér oft rok og rigning og þá hímir búpeningurinn oft undir þessum skjólbeltum eða við hliðin á þeim. Við bætum ásyndina en það eru margir efnahagslegir þættir sem fylgja trjánum og ræktun þeirra. Þetta eru oft stórar og miklar fjárfestingar í ræktunarstarfinu, bæði við það að skipuleggja skógræktina, við þurfum að framleiða plönturnar í miklu magni og sem betur fyrir það aukast töluvert mikið, en eins og menn hafa minnst á, það mætti vera töluvert mikið meira. Við þurfum að gera vegagerð og stíga og við erum að framkvæma gróðursetningar með vinnuafli sem að kynnist þá oft á tíðum skógræktinni í gegnum það að vera sumarstarfsmenn hjá þeim sem að rækta. En við þurfum líka að átta okkur á því að skógarumhirða nauðsynlegur þáttur í öllu skógræktarstarfi og hér áður fyrir var alltaf bara spurt hvað búin að gróðursetja marga milljónir trjáa. Það var ekkert spurt mikið út í umhirðu þáttin sem þurfti að eiga sér stað. Og við það að stunda umhirðu þá náttúrulega urðu frekari verðmæti og verðmæta aukning í skóglendunum. Fjöldi trjátegunda og fjölbreytni í notkun þeirra hefur náttúrulega gefið skóginum oft á tíðum skemmtilegt yfirbragð og við getum í raun og veru látið landið með því að vera ekki með alveg einslita skóga vera gríðarlega fallegt eins og skógarkant og annað, þá nú fátt svona leiðilegra heldur en að sjá alveg ferkantaða skóga þar sem að girðingin réði gjörsamlega þessari beinu línu en við getum með réttu trjátegundunum búið til svona landslag í skóginn. Því að við sem að höfum kannski vaxið upp og dafnað með skógi, lært okkur svona svolítið til það hvernig hann getur orðið, að við sjáum oft heilmikið landslag úr hinum og þessum trjátegundum. Við erum náttúrulega að búa til gott skjól og margt af þessu sem við erum að rækta í dag. Ég heyrði hún tala frumskógarnir væri nú bara helst í suðurhluta heimsins, en þetta eru náttúrulega hálfgerðir frumskógar sem við erum að rækta hér á Íslandi og getum búið þar af leiðandi til næstu kynslóð skóga sem við erum aðeins farin að tala semst ekki fyrstu gróðursetningarnar sem eru feldar, að þá setjum við nýjar tegundir og búin að búa til betri vaxtarstaði, að þá fyrir að planta inn svona einhver eðaltrjám og trjám sem að geta tekið við þar sem að krafan á betri jarðveg orðin önnur. Og með því að vera með fjölbreytileika þá erum við að fá fjölbreyttari afurðir, ekki eins einsleitar og annars myndi verða. Og menn mega kannski líka horfi það að til dæmis berjarunnar og fjölbreytileiki í litategundum á skógarköntum og skógum eru gríðarlega mikil verðmæti. Það ekki bara alltaf beint fjárhagslegur ávinningur, það líka fyrir mannfólki sjálft. Og það eitt og annað þarna inn í skógunum sem við getum nýtt okkur. Ég fer oft á tíðum út í skó nærri Selfossi og fyrir nokkuð mörgum árum þá rakst maður á fólk sem eru aðflutt til Íslands til að vinna hér á landi, að það labbaði út með fulla poka af
sveppum og öðru sem að við þekkjum ekkert mikið, en þeir sögðu alltaf þið er nú meiru bjánandi, þið viti ekki hvað líka mikil verðmæti í kringum ykkur, því að þið þekkið þetta ekki, að því að við höfum ekki þessa menningu að þekkja tegundir og nýta. En það eru fjölmargar tegundir sem hægt að finna í skógunum og gera að verðmætum og nýta, að það að lifa við þar aðstæður að maður njóti þess sem að vaxa þar upp. Bætt skilyrði náttúrulega eru í nágrenni við skóga, það minni húshitunarkostnaður, það næði ekki eins miklir vindar hús sem eru nærri skógum. Ferðaþjónusta í dag á mörgum stöðum byggð í kringum skóglendi. Við sjáum til dæmis eins og þessi kúluhús sem verið að gista í, þessar kúlur. Þar þurfa allar að fara inn í skóg. Þetta að gerast alla Skandinavíu upp í Lappland og víðar. Þar eru menn í skóglendi til þess að búa til skjóli fyrir þessar kúlur sem hægt að gista í. Og það að fara út í skóg svona hluti af svona líðvistkerfi okkar, því að útivist náttúrulega alveg mögnuð, og til dæmis þegar COVID gekk hérna yfir fyrir nokkrum árum, ef eitthvað mann eftir því, að þá fylltust skógar landsins af fólki sem mátti ekki vera inn í öllum þessum leikum í sölum, útkappstöðum, og maður fór út í skóg og var að grisja, og þá heyrði maður alveg undarlegustu hljóð út í skógi. Þar voru einstaklingar að gera einhverja lyftingaræfingar, hlaupa eins og ég veit ekki hvað allt, og við skógræktarfólk horfðum á þetta fólk sem var að náttúrulega efla líkamann, og við alveg, af hverju fólk ekki að nýta þessu orku í að vera að grísja skóg eða gera eitthvað gagn, heldur en að vera að eyða orkunni í að hlaupa og lyfta. Og svo búið að sýna fram á það að við það að fara í góða skógarferðir, að þá minnkar magn streituhormóna í okkur 15%. Þannig að tværferðið þá komin í 30% kannski. En félagslegi þátturinn, og það kannski þar sem ég hef aðeins verið að vinna í Garðyrkjuskólanum, við það að fræða fólk sem að fara á stað í skógrækt, að við þurfum að hafa vissa þekkingu, og skógræktarfélögin hafa náttúrulega áratugaskeið, eða frá 1930 verið að gróðurseta og sameina þennan sértrúarsöfnuð sem fólk sem hefur áhuga að planta trjám. Það hlýtur á svolítið skrýtin að láta þetta í hug 1930-40 að vera gróðurseta tré. En þessi hópur hittist og fór að vinna saman af þessum markmiðum, og við sjáum það alltaf meira og meira almenningur að nýta skógana okkar meira og meira til útivistar. Og við höfum séð líka, og það alltaf að gerast, hvert fara menn þegar alltaf fara saman í útilegum helgina. Við förum í Þjórsárdal eða Vaglaskóg eða Hallónstað. Við erum ekki að tjalda hérna út á einhverju túni, við förum þar sem skóglendi, því þar líður okkur vel. Þannig að áhrif skóganna fyrir okkur öll eru mjög mikil. Útikennsla til grunnskólabarna hefur skipt miklu máli. Fyrir mörgum árum fengum við upp sjúkdóma í rauðgreni, sem var til þess að rauðgrenimarkaðurinn á Íslandi var svolítið lélegur, og við vorum að reyna að koma svona barrheldnara tré inn á markaðinn á Íslandi. Rauðgreni missi bara kannski svona full fljótt, og þá fórum menn að reyna að óta furu, stafa furunni inn til Íslendinga. Þetta barrheldna tréð okkar. Gekk nú ekkert rosalega vel, þetta voru svona dílar sem fóru fram. Ef þú kaupir 200 rauðgreni, þetta grænmiði, eða rauðgreni, að þá verður að kaupa 20 furur. Þetta var svona einhver markaðar eins og þeir fyrir gang hérna herri. Og það tók svona smán saman, en svo föttu við trikkið. Hvernig ætlar að sigra heiminn? Jú, þú setur svona stafafurinn á leikskólanum í landinu. Börnin ráða hvað keypt heim. Þannig náðum við markaðnum smán saman að fræða þau að þetta jólatré sem við getum selt ykkur. Alltaf þegar fundarstjóri byrjar að vinka mér, þá setjum ég mynd upp að þeim, þá róast ég, gef mér svona eina myndi viðbótræki, að í félagskerfinu, í fræðslunni, að fara í skóglendi þar sem að
hlutirnir sem verið að reyna að fræðast eru sýndir eins og þessi ferð hérna Suðurland í fyrra, þar sem voru skoðaðir vissir atburðir eins og hvernig gengi hefði með skjólbelti, grisjun og svona umhirðu þættir og ræktunar aðferðir, að það hefur kveikt miklu meira í fólki skilningin á því hvernig gengur. Útivistin náttúrulega okkur mjög mikilvæg að fólk skilji hvað svæðin eru góð og séu velkomin að koma í þessi svæði. Þar spila veiðin stórt hlutverk þannig að menn komist svæðin og upphaflega svona markmið hjá okkur var náttúrulega að búa til sem mest af íslensku timbri. Og það hefur gengið þokkalega en eitt og annað hefur gengið á í gegnum árin. En með þekkingu og vitneskju þá höfum við átt okkur á því að þetta að verða miklu stærri og merkilegri timbur sem við erum að framleiða heldur en annars hefur verið. En gæðin verða að vera mikil. Það ekki nóg að framleiða bara fullt af einhverju lélegu efni, heldur gæði þess efni sem við erum að framleiða sé gott. Þessi mynd tekin á sama stað þarna í upphafi, þannig að sjá hérna nær mér raun og veru þá kurlviður eða lélugu viður og meðan hinum megin búið að flokka efnið yfir í sögunar efni. Hérna svona ein vaxtarlota og þið sjáuð að á þessari leið gengur mikið á, þannig að byrja með gróðursetningu, svo fer fram umhirða í þessari vaxtarlotu og oft tölum við vaxtarlotu sem 100 ára skeið í íslensku skógum. 80 til 100 ár þá ertu komin alla leið. Nefnum sért í svona fljótsprottnustu skógunum sem eru ösp og svona þessar hraðvaxta tegundir. En við þurfum að hafa mikla þekkingu og skilning á því sem við erum að gera. Það ekki nóg að svona sé einhverja hluti á YouTube og halda allt gangi þannig fyrir sig. Margt af því sem við sjáum þar nú kannski slæmt og annað gott, en við þurfum í raun og veru að taka þátt í því að prófa. Því ef við prófum hlutin þá erum við miklu sterkari svona í samfélagslegri umræðu það hvernig hlutinni ganga fyrir sig. Takk. Takk fyrir Björgvin. Þá erum við komin heim. Ræktunarstjórinn hér. Ræktunarstöðinni, hvað segir maður? Ölri. Þetta bara vandamálsnafn og alltaf verið en ræktunin hefur alltaf verið góð og skemmtilegt, gjörðu svo vel. Eiður Eyþórsson og skógræktarstjóri hér líka á Sólheimum. Hérna, þarna, ok, og þetta svo, Selveriði, já, ég heiti Eiður, eins og nefndi áður, og hérna, ég ætla að tala uppbyggingu Öljus núna á síðustu árum og ég ætla að afmarka efnið einhvern veginn, þannig ég byrja bara þegar ég byrjaði, ég byrjaði hérna 21 og á þeim árum hefur mikið gerst í Ölri, mikil uppbygging. Og þannig ég ætla að byrja að fara yfir þá húsakostin, hvað höfum verið að gera, vélvæðinguna sem hefur átt sér stað og svo tala ég aðeins svona starfsemina okkar hvað við erum að gera núna í dag. Þannig að þetta svona staðan 21 þegar ég að byrja. Það mikið talað framleiðslu skort í trjáplöntunum og það vanti fleiri framleiðendur og það sé mikill uppgangur og það sé í rauninni fákeppni á markaðnum og þessi tveir stórir aðilar, þessi Sólskógar og Kvistar og að nýliðun hafi gengið illa í framleiðslunni. Þetta mikill stofnkostnaður að setja upp svona stöð, skarpur niðurskurður hjá ríkinu hafði sín áhrif, þetta svolítið svona fælandi að ef þú ert með mikið undir og mikla ræktun og svo allt er bara skorið á og þú hefur ekkert að gera í rauninni, kannski var ekki nýtt fólk að í geirann. Þannig að þetta er svona getur verið mikil áhætta ef það er fáir stórkaupendur og svo svona lágt afurðaverð, þannig að hvort þetta sé mjög arðbært.
Þannig að þetta var svona hvernig staðan var þá, þetta er undarlega breyst núna. En ef við förum aðeins svona útlitið í Ölri þá, ég var með mjög mikið af myndum, bara þægilega að sýna miklu meira hvað við höfum gert einhvern veginn. Þannig að húsakosturinn var í mikilvæg niðurníðslu og það var mikið verk framöndan að bara koma stöðun í ásættanlegt horf, hvernig bara starf hæft einhvern veginn. Stöðun var alveg óvelvædd, það var allt gert með höndum, sáðum, fylgdum bakka, allt einhvern veginn. Og þannig að við þurftum að byrjunin var náttúrulega bara að setja skýrt markmið og þetta er tilgangur Öllurs, er að hraða endurheimt skóga á Íslandi og út frá því getum við með önnur undir markmið og í uppbyggingafasanum höfum við verið að vinna að gera gróðurhúsum starf hæf, velvæða framleiðsluna og auka afköst af framleiðslu. Þannig að við staðsetjum okkur aðeins, ég veit ekki hvort að allir hafi komið niður í Öllur en hérna er Öllur, hérna niðri og svo er líka Öllur, stóra húsið, þannig að við erum með tvö stór gróðurhús. Hérna var, þetta er í mars þegar ég er að byrja, tók svona yfirlitsmynd á stöðinni þá og þetta gróðurhús var, eins og sjáu það mjög illa farið. Þannig að það var byrjað fljótlega að vinna í því, koma því í gagnið og þarna var búið að setja nýtt undirlag og svo var sett nýtt tak á og þetta var allt í rétta átt og hús klárt hérna 22 fyrir sumarið 22 og svo gerist þetta. Og þetta var mjög slæmt veður hérna. Jarðaberland fór alveg illa og fiskabær líka og þannig að það var ákveðið að taka aðra atriðina að þessu og í þetta sinna þá setjum við viðargrind ofan á og pólíkarbónat plast. Þannig að þetta hús lítur svona í dag út og mikil ræktin þarna inni, komið í lag og hérna sjáum við muninn á og hvað við vorum að gera. Við erum bara náttúrulega var búin að taka alveg yfir hérna á þessum árum sem stöðin fór í eyði. Þannig að það var ákveðið verk að vinda ofan á því og koma þessu í lag og gera upp húsin, moka út, setja undirlag, dúkaleggja, koma vökunar, græjum í gang og allt. Og hér eru til dæmis með, það var mikill skóli líka í hvernig á að rækta. Hér til dæmis eru með mikið af bakkaplöntum inni í húsi sem var ákveðið viðbragð við þegar við mistum húsið þarna stóra. Við þurftum að nýta alla hinn húsakostina eins vel og hægt var. Það voru með stóra pantanir framöndan og þá sér maður mjög vel hvað skiptir miklu máli að vera með líka réttan búnað í verkið. Til dæmis í þessu húsi er alveg erfitt að vera með eitthvað hitastígingu eða þarna vantar til dæmis bakkagrindur og fleira. Hér eru fleiri áskoranir. Þarna var mjög snjóþungt í janúar 2022 og þannig að Bjarkar hjálpaði mér að ná plöntunum út sem voruð undir og þetta var náttúrulega hús sem var orðið 30 ára gamalt, þannig að það var einhvern tímabúti að þá gerast svona hlutir. Þetta hús var endurgert og þetta mun svo hýsa forræktin okkar í Ölri og eins og áður þá var það styrkt, það var pólíkarbónatplötum, þannig að snjórinn sast ekki eins mikið á og fleira. Ef við förum þarna yfir núna í hitt stóra húsið, það var líka mikið verk. Þegar ég byrjaði þá var þarna eplagarður inni. Við ákvaða að húsið, sást fljótt að húsið er betur nýtt undir stórframleiðslu. Þannig að það var mikið verk að undirbúa fyrir það. Við tókum eplatréin út og grófum út moldina, settum undirlag, búk eins og í hinn húsunum og þarna eru komnar birkiplöntur inn, 500.000 talsins. Þarna erum við að moka út og undirbúa. Við erum búin að skipta þak hérna á húsinu núna, gerum það í fyrra. Þannig að sjáum við að það komið vökunarbóma inn, sem þau skipt líka mjög miklu máli.
að hér er munurinn á 22 og 25 að maður sér það er svona já, til dæmis að vökunin voru með þarna úða sem er ekki mjög nákvæm vökun sem gerði að verkum að spírun var miklu lægri en að þú veist að vera með rétta vökun, vera með vökunarbómu skiptir rosalega miklu máli til að ná góðri spírun af því að á hinum endanum ef þú ert með lélega spírun þá er bara meiri vinna í að flokka. Þannig að núna erum við komin með þessa vökunarbómu þarna inn og við sjáum líka bakkagrindur. Ég mun kannski fara betur inn á það í eitthvað næstu glæri hérna. En þetta er aðbúnaðurinn var svona, það var allt bara með handafli í rauninni. Bakkarvirkir, sáning, tilfærslur á plöntum þarna. Og Ölfur var svona langt frá nútíma kröfum. Þannig að við vorum verið að vinna okkur í átt að vera komið þangað sem við erum nú í dag. Þannig að það var keypt inn bakkafyllingavél. Þannig að í staðinn fyrir að eyða 2 mínútum í að fylla bakka þá tók það bara nokkrar sekúndur. Þetta er vél sem var áður í barra og svo í sólskóðum. Þau voru svo að skipta út. Og svo keyptum við líka sáningavél. Og það var sama, þetta fer úr einhverjum mínútum í að sá einum bakka í nokkrar sekúndur. Afköstin miklu meiri. En það voru þá enn flöskuhálsar sem við þurftum að leysa úr. Þarna vantaði okkur til dæmis sárlega vinnutæki. Þarna kemur ræktunarefni til landsins sem vorið og setið fast í gamnum. Við vorum mikið með tæki til að koma því úr gamnum. Og þannig að þarna var leigður verktaki að flytja efnið úr gamnum og meðan maður senkaði sáningu og annað sem er mjög svona sumarið hér náttúrulega mjög stutt. Þannig að það var allir dagar að skipta máli. Þetta var fjárfest í liðlétting sem er búin að vera koma sér mjög vel. Við köllum hann Hörk, pínlítill en mjög sterkur. Og hérna, já, ég kemur að bakkagrindurnar að hversu miklu máli ég er að undirstreika er svona vanmetinn munaður og eitthvað sem maður kannski fyrst hugsa til þegar maður er að hugsa út í ræktun. En það flutningur á bökkunum, þetta voru 934 ferðir sem við fórum út í hús til að fylla húsið þarna í byrjun með 7500 bökkum. En núna náum við niður í 19 ferðir. Við getum staplað þessum grindum upp og þannig að afköstin miklu meiri og við getum nýtt tíman í eitthvað annað. Og já, 3 mínútur, ok. Loftun miklu betri, rótin á plöntunum miklu betri. Þannig að þetta er það sem við erum núna í að þarna sjáum við að vera handvökva fyrir stóra sendingar. Úða þarna til að þetta hefur verið mjög vinnufrekt. Þetta er það sem við erum núna að tækla í sumar og við erum að setja núna út vökunarplan þarna sem eru tilbúið í sumar. Það er nú þeir vökunarbóma sem geta vökuð allt fyrir stærri sendingar okkar. Þannig að það er svona helstu flöskuhálsar eru nú úr vegi og þetta er svona staðan í dag að Skora Sólheima hefur aldrei verið jafn umsvifamikil og fjöldi tráa í uppeldi eru yfir 600.000 akkurat núna og helstu tegundir Birki og Spelri og við erum að selja í smásölu, heilsölu og stórkaupenda. Við sáum nokkuð fljótt að svolítið áhættusamt að reiða sig á of fáa stórkaupendur þannig að við erum reynt að fjölga viðskiptavinum og fara með heilsölu og smásölu. Fyrir utan það þá erum við líka náttúrulega að gróðursetja á hverju ári og við erum gróðursett yfir 47.000 tré sem fara upp í 65.000 núna í ár. Og það er það fyrir kolefnisjöfnun fyrirtækja og svo bændaskóra sem Sólheima er hluti af. Önnur verkefni, við erum trjásamlega örkin sem er hugsað sem lundir að minnsta kosti 2 tré af hverri tegund, mögulega framtíða frægarðar og við fjármögnum það í gegnum verkefni sem heitir Tré fyrir tré. Við erum í uppvistun, trjáfellingum, þarna myndin erum að safna stiklingum á ösp. Hérna er Tré fyrir tré verkefnið, það snýst út á að rauninni fyrir hvert tré þá eru gróðursettur ölurtré í staðinn
Það fer eftir stærðinni þarna, 5, 10 eða 15 tré. Og þetta efniviður frá sólinum, búið til á sólinum og lætur gott að sér leiða í leiðinni. Ja, þetta einstök vara. En já, svona árangur næst náttúrulega ekki án þess að vera með gott teymi og við höfum notið góðs af því að stjórn Sólheima einhuga að byggja upp þessa starfsemi hér og svo líka bara þetta samstilla átak að hér koma andra starfsmenn og það eru sjálfboðaliðar og það eru verknámsnemar. Hérna á myndin eru 2 verknámsnemar að útskrifast frá okkur. Og svo eru öllur hluti af þessari sjálfseignarstofnun, svo það allt sem kemur inn að það getum við sett aftur í að styrkja innviði Ölfus. Þannig að ástandið í Ölfri hefur batnað mjög mikið og við erum bara á þessari vegferð af það og við erum bara að bæta okkur. Þetta svona samantæktin, en annars var þetta komið hjá mér. Það var akkurat rétt það. Takk fyrir kærlega, mjög áhugavert. En alltaf gaman að koma hingað á sumrin. Ég mæli með sérstaklega ömmur og afa sem eigi barnabörn að koma hingað á Sólheim. Alltaf gaman að koma hingað. En ef við getum talað þema á þessu málþingi, þá erum við komið að síðustu þema. Það lofsverð vegferð eins og það heitir. En þar byrjum við á það sem heitir alltaf á dagskráni vídeó. Vídeó svolítið gamalt eða ekki. En Hlynur með vídeó sem heitir Bændur, boðnir og búnir. Þetta svo vel. Takk Hlynur ef þú heyrir í okkur. Þá eigum við eftir 3 erindi og við erum á áætlun. Ég veit ekki alveg hvernig verður hér strax eftir málþingi, hvort það verður hægt að bjóða upp á gönguferð. Með hvernig veðri var fyrir 12-14 mínútum þá var ekki vænlegt, en við skulum ekki útiloka. En leið og þessi 3 erindi er búin að því við erum á tíma, þá ætla ég að leyfa örfáar, ekki ræður heldur örfáar stutta fyrirspurnir úr sal. Það er svo mörg áhugaverð erindi búin að vera hér í dag og verða hér líka í viðbót.
Þannig að þið ykkar sem viljið spyrja, hafið þá tilbúnar spurningar, stuttar og hnitmiðar og við gefum okkur örfáa mínútur hér eftir síðasta erindi áður en Hreinn Óskarsson tekur saman nokkur orðum málþingið. En þá komið að Magnúsi Salberg Óskarsinni hjá Samskip og það hvorki meira nefn minna en ábyrg fyrirtæki. Gjör svo vel. Góðan daginn, gaman að sjá okkur öll. Magnús Salberg heiti ég. Ég ætla að fá að segja okkur hérna á metræða af sjálfbærnivelferð Samskipa, undanfarin árin og komandi árin. Og okkar reynslu af kolefnismarkaðum og okkar plön varðandi kolefnismarkaði. Kolefnismarkaður í saman sér í frumbernsku sinni og það ýmislegt ómótað og þróast á næstu árum sem líka gerir þetta gríðarlega spennandi. Ég ætla að byrja að afsaka það að ég mun vera með gríðarlega mikið að slettum. Bæði mikið af þessum hugtökum sem ég tala hér, þau þýðast mjög illa á íslensku og líka það bara að ég verð með kynningu á ensku, ég finnst líka sem því hafði ekki tíma til að breyta í. En við látum þetta ganga upp. Þá gaman að ég mætti hérna í morgun að þá hitti ég gamlan kollega og stjórnarkonu í Votlendisjónum, Þórunn Ingu Ingjastóttir. Hún er markaðsstjóri Samskipa til margra ára og hún getur vitnað til þess að vörumerkjavitund Samskipa er gríðarlega há og bara hæsta hæðin í Íslandi. Það er hins vegar þannig að það er óbúslega frá sem vita það að Samskip reka gríðarstórt og er það stærsta flutninganet í Evrópu. Flutninganet sem nær alveg frá Nýstaodda Noregs og niður til Spezia í Ítalíu og Sevilla á Spáni og tengir í rauninni saman nokkuð veginn öll lönd í Evrópu með fjölþátta flutningakerfi eins og reyna því eða multimodal kerfi og Samskip hafa í rauninni stækkað gríðarlega á síðustu 10-15 árum þessari stöðu. Svo ég segi, gríðarlega stórt kerfi, við tengjum saman 15 lönd með skipaflutningum. Þetta eru 22 skip, 26 í rauninni siglingaleiðir. Ísland er ennþá mjög mikilvægt hluti okkar neti, í rauninni stærsti markaðurinn okkar. En aðrir stóri markaðir eins og Noregur, England, Írland og Íbería með Spán og Portúgal að vaxa gríðarlega hjá okkur. Ég nefndi orðið fjölþátta flutningakerfi, það er í rauninni grunnurinn og okkar svona megin stoð og megin framboð, svona virðist framboð í samkeppninni og sem gengur í rauninni út á það að keppa við trukka en ekki önnur skipafélög. Okkar virði er það að við bjóðum multimodal eða fjölþátta flutningakerfi þar sem að okkar fókus er það að reyna að draga sem mest af flutningum af vegum, sem er mest mengandi flutningamáti, og yfir á aðra flutningamáta eins og vatnavega með prömmum, lestakerfi og svo náttúrulega skip. Eins og við sáum kannski hérna áðan að þá eru svona 2 þungamiður í flutningakerfinu okkar, það er annars vegar Rotterdam Hub og hins vegar Duisburg sem er lestarterminal sem við keyptum fyrir 8 árum síðan. Og þar náðum við að tengja megnið áframflutningum sem kemur með skipum yfir á meiri sjálfbærri flutningamáta eins og lestar. Þetta hefur gríðarlega mikil áhrif og við getum notað alls konar dæmi þetta, en til dæmis ef þú bara tekur sem dæmi trukkur sem bara fara með vín frá Ítalíu til Englands, sem keyrir alla leið til Rotterdam og borð í ferju og svo áfram á áfangastað. Við gerum það saman með flutningakerfinu á Samskipum, þar sem að þú keyrir með drukkin innan bæjar eða innan borgar borð í lest, tekið af lest í Duisburg, keyrt til Nijmegen, þar sem þú fer með pramma til Rotterdam, og svo með skipi til Englands og svo drukkur innandan, þá erum við að spara 80% af kolefnisfótsporinu sem að keppinautunum sem trukkarnir eru með. Þannig að það í rauninni byggt í DNA-ið á Samskipum að vera að bjóða sjálfbærari lausn nú þegar.
En við vildum taka þetta rauninni lengra og við fórum í ítarlega stefnumótun 2021 og gekk út á það að rauninni að undirbúa okkur fyrir svona tvær megin breytingar sem við sáum í sjókvíaeldi. Í fyrsta lagi náttúrulega gríðarlega auknar álögur í formi skattlagningu á hefðbundna orkugjafa og hins vegar þá gríðarlega þörf fyrir svona stafræna byltingu í flutningageirinn. Flutningageirinn í eðli sínu mjög íhaldssamur, hreyfist hægt. Þeir eru örugglega sá bransi sem hætti síðast að nota faxvélar og við sjáum gríðarlega mikið tækifæri í sjálfvirkni, AI, það að gera fólki kleift að bóka bara sína flutninga með einhverjum hætti á netinu í staðinn fyrir alltaf að taka símtal og þurfa að tala við persónu. Það er eitthvað sem við teljum að muni breytast hratt. Við tókum sjálfbærnina inn í rauninni miðjuna á okkar stefnuhúsi og í rauninni allar okkar aðgerðir ganga að því að reyna að styðja við þessar stefnustofur og þar er sjálfbærnin lykilatriði. Við breytum sýninni líka og það er okkar sýn að eftir 10-15 ár þá verður þannig litið á samskip að við höfum gert græna flutninga auðvelda, Green Logistics Easy og það er mantraðan okkar í öllu sem við erum að gera. En það er rosalega auðvelt að standa og segja svona hluti en það er aðeins annað að síðan að framkvæma. Það sem við gerðum, við byrjuðum að setja okkur mjög metnaðarfull markmið og erum nú þegar byrjuð að tikka í bóksinn þarna. Í fyrsta lagi náttúrulega ætluðum við að draga bara úr kolefnisfótspori fyrirtækisins í heild sinni og settum okkur markmið að það myndi minnka 20% árið 2025. Við erum á góðri leið, það verður challenge. Við náðum markmiðum okkar að minnka 10% árið 2023. Við ætlum að kynna nýjar lausnir, net zero lausnir, sem verða algjörlega sjálfbærar flutningalausnir sem við segja ykkur frá aðeins hérna. Og lokum vildum við fá þetta vottað af þar til bærum aðilum að það sem við erum að gera er rétt talið og þetta sé ekki grínhúsum. Þar höfum við náð frábærum árangri líka, við fengum EcoVadis Platinum árið 2024 ekki 25 og ég veit ekki hvort þið þekkið EcoVadis en það er sem stærsta benchmarking fyrirtæki við aðgerðir fyrirtækja þegar kemur að sjálfbærni. Og það er búið að taka þetta út og þegar þú fær Platinum þá ertu metin vera í topp 1% eða topp 99%, eða topp 1% segir maður ekki, af flutningabransanum. Og af þess erum við mjög stolt. En eins og ég segi, það er ekki nóg að vera með stórar yfirlýsingar, þú ert að gera eitthvað í þessu, því að þú ert að fjárfesta í nýrri tækni til þess að gera okkur kleift að draga úr kolefnisfótsporinu. Og við höfum nú þegar gert það og við höfum sögu það að fjárfesta í slíkri tækni. Þá er ég ekki bara að tala multimodal konceptinu eða fjölþátta flutningakjörinu. Heldur líka bara strax árið 2015 þá fjárfestum við í LNG-skipum, 2 skipum sem að sigla á Noregi. LNG er kannski ekki alveg sætasta stelpan á ballinu í dag en það er þetta náttúrulega conventional fuel. En við höfum líka ráðist í aðra fjárfestingar eins og til dæmis carbon capture, það er að segja það sem við getum gripið það sem kemur úr pústinu og fargað í. Og við höfum líka fjárfest í síðan 2023 á 5 skip í okkar flota keyrt á lífeldsneyti, sem er alltaf mjög dýrari eldsneyti heldur en gasolíu. Og þetta er bara til þess að sýna það er þarna vilja bak við það sem við erum að segja. Svo hefur við náttúrulega náð frábærum árangri í það að fá styrkveitingu bæði frá Enova Fund sem er norski olíusjóðurinn og svo EU Innovation Fund. Við fengum 15 milljón € styrk í að byggja fyrstu 2 vetnisskipin sem munu sigla ef ekki vetnisskip sem bera gáma. Þau fyrstu sinna tegundur ekki í heiminum þá allavega í Evrópu og þau munu sigla inn í Oslofjörð í lok árs 2026 ef allt gengur eftir og verið að smíða inn í Indlandi. Svo fengum við 47 milljón € styrk frá Evrópusambandinu til þess að búa til næstu 2 svona skip sem sigla á milli Rotterdam og Bretlands og við erum núna svona að ljúka þessum undirbúningi. Það er ekki alveg að hjálpa efnahagsástandi í heiminum og viss maður sem að kalla drill baby drill, það er ekki alveg að hjálpa við það. Þannig ég fékk fyrstu viðvörun en varðandi
varðandi kolefnismarkaðina, þá náttúrulega við erum að draga úr kolefnisfótsporum með því að fjárfesta í nýjum tækni, en við erum líka að leita leiða að búa til vörur sem gera viðskiptavinum okkar kleift að borga fyrir grænu þjónustuna. Og ég vildi svona fara aðeins yfir svona þessa helstu kolefnismarkaði sem við erum að vinna á. EU ETS, þið kannski þekkið það, þetta þekkist í flugbransanum, þetta er komið á skipabransan. Sem í rauninni þú kaupir losunarheimildir, þú borgar fyrir 3,2 tonn af 1 tonn af gasolíu getur 3,2 tonn af kolefni og fyrir hvert einasta tonn borgar 70 €. Það er verðið í dag. Þetta, ef þú hefur trú á því að sá sem mengar að borga, þetta hreyfir ekki neitt. Þetta er allt og lítið. Það fjármagnar þetta sjóðina sem eru núna að styrkja fyrirtæki sem eru að byggja ný skip eins og okkur. Það er þessi EU Innovation Fund. Með 2, við skulum bara fara aðeins hérna áfram. Þá er hérna Fuel EU Maritime, þetta er tiltölulega nýkynnt á markaðinn. Þetta gerir skipaeigendum það að þeir verða að draga úr kolefnisstyrknum sem er í tönkunum á skipum. Það er ekki það sem kemur út úr húsvörðinu, þetta er það sem er í tönkunum. Og þetta er bara til þess að ýta skipafyrirtækjunum þá að fjárfesta í nýjum tækni. Ekki bara að setja þetta á múffur aftan á húsvörðu. Og þetta mun hjálpa okkur mikið með vetni, því að vetni hefur hjálpað gríðarlega mikið í þessa átt. Og út úr þessu líka kemur núna vísir á markaði, því að á meðan það er núna, þú ætti að draga úr kolefnisstyrknum 2% 2025, svo vexa hægt og rólega um 80% árið 2050. En eins og staðan er í dag, ef við náum einnig svona sísjótt á markaðinn 2026, þá munum við geta nýtt það til þess að neutralæsa allt sem við þurfum fyrir allan okkar flota 22 skip. Skip nr. 2, við getum tekið over compliance heimildirnar og selt það til annarra skiparekstraraðila sem reka gráskip eða brúnskip eða hvað sem við kallum. Og þetta verður náttúrulega gríðarlega áhugavert og þetta er virkilega færi vísirinn til, því að þetta brúaði bilið í öllum þessi business caseum sem að gengi upp hérna fyrir nokkrum árum, eða fyrir nokkrum árum. Svo að lokum, þetta er svona það sem við viljum gera sjálf gagnvart okkar viðskiptavinum. Við erum búin að kynna þetta prógram sem við kallum FlexFuel, þar sem að við horfum til viðskiptavinum okkar sem getur við aðstoða þið að jafna út kolefnisfótspor við þetta. Og þá segir við við notum, við kaupum lífelsneyti með Scope 3 réttindi sem við löndum síðan í okkar siglingakerfi, en við ánefnum þeim. Og fyrir það að greiða við okkur verð sem að kofra á kostnaði á verðmunum á lífelsneytinu án Scope 3, með Scope 3 réttindi. Þetta, það er náttúrulega fleiri gert þetta, við erum ekkert að ríða á vaðið með þetta, Maersk hefur gert þetta og öðrum fyrirtækjum eru á leiðinni með þetta. En þetta er strax vakið athygli og við erum nú þegar í vinnslu með stórum kundum, Scania, Danone, Diageo sem er stór vínframleiðandi í Evrópu og þetta er eitthvað sem við teljum að verða svolítið framtíð. Fram að þessu höfum við ekki getað náð þessum kostnaðarauka tilbaka frá markaðnum, því að markaðurinn hefur bara ekki verið viljugur til þess að greiða. Komum tíma? Já. Þá þakka þér fyrir. Bestu þakkir. Þá er komið að skóðabónda. Hann kynnir svo stundur sem fasteignarsala líka, en ég þekki hann ekki nema skóðabónda, einn öflugasta hér sem við eigum. Hann er með fyrirtæki sem heitir Skógálfar, ekki rétt hjá mér, og hann ætlar að fjalla reynslu af skógrækt og sölu kolefniseininga. Spennandi, gjör svo vel. Magnús Skógjason.
þessar 12. Já, sælverði, ég heiti Ásmundur Skeggjasson og er fasteignasali og kolefnisbóndi. Ég heyri það hugtak núna áðan, mér finnst það svolítið skemmtilegt, kolefnisbóndi. Ég á skóal og ásamt eiginkonu minni Önnu Mary Guðmundsdóttur og ég ætla að segja ykkur frá reynslu okkar af skógrækt, annars vegar, og hins vegar af sölu á kolefniseiningu. Og áður en ég fer í reynsluna, þegar ég segi ykkur aðeins frá upphafinu hjá okkur. Af hverju förum við í skógrækt? Hvað veldur því og hvernig kviknaði áhuginn hjá okkur? En lífið nú eins og þið þekkið öll tilviljanir. Við áttum sumarbústað á Flúðum sem við seldum, keyptum litla jörð af vin okkar Einari Gaut Steingrímssyni hæstaréttarlögmanni sem var búinn að vera í skógrækt á lítilli spildu sem var 25 hektar rétt hjá okkur sem heitir Álhóll. Við kaupum þessi spildu, ætlum okkur að byggja okkur sumarbústaðar og bara njóta þess að vera þarna í fallegu umhverfi og síðan förum við með Einari á fund með Land og skógi, kynnumst mjög góðu fólki þar og smitumst af skógabakteríinu. Fáum að heyra aðeins af kolefnisverkefnum, þá í fyrsta skipti höfum enga reynslu af skógrækt þegar þetta gerist. Þetta gerist 2020. Við smitumst af þessu og sjáum tækifæri, finnum það bara að það eitthvað mikið að gera þarna. Viljum bara taka þátt í þessu. Viljum ekki missa þessu einstaka tækifæri að láta annars vegar gott á okkur leiða og hins vegar höfum við trú á þessu líka sem viðskiptatækifæri. Úr verður að við kaupum okkur land sem er til að byrja með 100 hektarar af nágranna okkar og það er land sem við kaupum Álfabrekka og svo heldum við þetta áfram, við kaupum aðeins meira land og erum svona til að gera langa sögu stutta, komum 4 verkefni, öll sem samliggjandi og núna erum við að klára í dag að gróðursetja milljónasta tré. Þannig að við erum búin með þessi 4 verkefni og byrjum sem sagt 22 að gróðursetja fyrst í Álfabrekku. Þannig að þetta er búið að vera ansi mikil vinna og mjög skemmtileg og gefandi. Sjáum við svona í stuttum máli fyrir það sem þekki ekki hvernig verkefnin er sett upp. Við fengum að nota þessa heimild frá Land og skógi. Við sjáum þarna tímalínuna hvernig verkefnin sem sagt verða til. Það er undirbúningur, framkvæmdir, úttektir og fleira. En til þess að þið áttu ykkur á þessu hvernig þetta gengur fyrir sig að byrja þetta þannig við kaupum land. Síðan þurfum við að girða landið af. Það er mjög mikilvægt. Nú, það eru mjög miklar kröfur gerðar til skógræktarverkefna mun meiri heldur en við gerum okkur grein fyrir sem segir okkur það að það er verið að vanda til verka. Það er aldrei slegið slöku við það. Það er að byrja að fá úttekt á fornleifum, skráning á fornminjum, gang úr skuggum að þessi varðveisla á þeim. Okkur finnst það að vera mjög gott. Nú, við fáum síðan skógfræðing til að gera fyrir okkur ræktunar áætlun og það gengur þannig fyrir sig að hann fer svæðið, teiknar allt saman upp og gerir áætlun hvaða plöntur eigi að fara á hvert stað, passar upp á votlendi og fleira, það gangi ekki og nærri þeim. Nú, þegar þetta allt saman er komið, þá þurfum við að sækja framkvæmdaleyfi hjá sveitarfélagi og þetta tekur allt sinn tíma. Fyrst þegar þetta er komið, þá getum við ekki haft samning plöntukaup. Samningur plöntukaup er yfirleitt gerður til nokkurra ára. Við kaupum ákveðið magn af plöntum, ákveðnar tegundir, fáum þær afhentar á vissum tímum og síðan þá að gera samkomulag gróðursetningu. Þetta er stór verkefni og það er að skipuleggja allt saman mjög vel. Framkvæmdin hún er þannig að það er í okkar tilfelli þá að gera jarðvinnsla og við fáum náttúrulega mjög góða leiðbeiningar frá Land og skógi og þeir hafa staðið mjög vel við bakið okkur alveg frá fyrsta degi og við höfum notið þeirra sérfræði aðstoðar og við hefðum ekki getað gert þetta nema með þeirra aðstoð. Síðan er plöntunni náttúrulega, þegar þessu öllu er lokið, þá heldur þetta við áfram talsvert mikil vinna. Það þarf að gefa plöntunum áburð, það þarf að gresja, stundum þarf að fara í íbætur og síðan þarf að taka út verkefnin reglulega og votta þess að ganga úr skuggum vöxtinn og fá staðfestingu á því hversu mikil binding á sér stað. Og það er það sem okkur finnst vera skemmtilegt og
gott við verkefnin, það er það að við vitum það ef við vöndum okkur, ef við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja það árangurinn sé góður, þá mun þetta skila sér í meiri bindingu inn í framtíðina. Þannig að við höfum beinlínis hag eða hvað er hvati fyrir okkur að gera eins vel og hægt er. Nú, þegar að búið er að votta og staðfesta, þá fara allar einingar eða þá verður til svokölluð kolefniseining og við skráum þær allar hjá loftslagsskráin sem við komum fram hérna núna áðan og þetta er allt saman rafrænar einingar. Þær fara inn í þetta kerfi hjá þeim og ég rauninni eignustu þessar einingar bara inn á reikningi á okkur og þær eru bara þar þangað til að við færum þær til. Við getum gert það með því að selja þær og ef einhver hefur áhuga að kaupa kolefniseiningu þá getum við útbúið reikning fyrir sölu á einingunum. Við förum inn í þetta flotta kerfi hjá loftslagsskrá sem er bara tilbúið í dag, sendum millifærslu á þennan tiltekna aðila sem vill kaupa okkur einingarnar og hann fer síðan inn og tekur á móti stofnar sinn aðgang, sækir einingarnar og þær eru hans. Hann getur síðan gert við það sem hann vill. Flestir nota þær, aðrir líta á þetta sem fjárfestingu inn í framtíðina. Eins og hefur komið fram í dag, þá eru verkefni eins og þessi mjög flókin og það þarf að huga að mjög mörgum mismunandi þáttum sem að gera það að verkum að þau eru verðmæt. Við höfum trú á því að með því að standa vel að þessu eins og gert í dag, að þá muni það skila sér inn í framtíðina öllum til góða. Okkar helstu samstarfsaðilar eru þessi sem að koma þarna fram og þarna sem sagt til dæmis fyrirtæki eins og Origo. Þeir keyptu okkur einingar í fyrra og notuðu þær á móti sem sagt losun í bókhaldinu sínu og þær eru bara eyrnamerktar og það er að sjá þetta allt saman inn á loftslagsskrá. Eins og Guðmundur sýndi mjög vel á þetta. Þetta er virkilega flott kerfi og við lítum á okkur sem forréttinda pésa í þeim skilningi að koma inn í þennan skógræktar bransa á þessum tímamótum í dag þegar búið er að setja upp með þeim hætti sem búið er að gera núna hlutina með svona einföldum hætti þannig að meira segja fasteignasali sem hefur enga reynslu eða tiltölulega litla getur gert það sem við erum búin að gera núna á svona stuttum tíma. Þetta er ekki hægt nema af því að kerfið er tilbúið. Og það eru margir aðilar sem að hafa rutt brautina og við erum afskaplega þakklátt fyrir það að hafa fengið að kynnast þessu og erum ánað og lítum á okkur, eins og ég segi, sem forréttinda þess að við höfum líka trú á þessu sem fjárfestingu, höldum að einingarnar verði áfram mjög eftirsóttar og það muni aukast eftirspurn mjög mikið í framtíðinni eins og hefur komið fram og sjáum tækifæri í þessu fyrir miklu fleiri. Eins og Guðmundur benti á þá þarf 1500 verkefni eins og okkar sem er talsvert mikið magn á næstu árum. Þannig að við þurfum að spýta í lófana, hjálpa staði að koma þess áfram. Við eigum nóg af landi, við eigum nóg af duglugu fólki. Það kom fram hérna áðan og það eru bændur tilbúnir þess að stökkva á vagnin. Þeir vantar kannski fjármagnir og það er auðvitað til með það sem hefur komið fram hérna. Þá eru kaupendur þarna úti og þeir eru náttúrulega með því að kaupa einingar. Þá eru það að styðja við vöxt á verkefnum eins og þessum sem við erum að byggja upp. Það eru margir sem að njóta góðs af verkefnum eins og þessum eins og það búið að koma fram. Þá erum við búin að við seldum Sólheimum kolefniseiningar í fyrra, við seldum Kvistabæ kolefniseiningar í fyrra, við seldum Land og skógi kolefniseiningar í fyrra og þessu félagi þarna nefni ég bara 5 aðilar. Þannig að þetta aðilar sem hafa trú á þessu, sem í þessu og við finnum líka fyrir því að það er mikill áhugi erlendis á. En við höfum aðalega núna verið að einbeita okkur að því að klára verkefnin, koma gróðursetningunum fyrir og síðan munum við núna
fara að einbeita okkur meira að sögumálum og miðað við það sem ég heyri að þá munu þessi einingar bara ná að selja sig sjálfur. En ég allavega vona að sem flestir taki þátt og stökkva á vagninn með okkur. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta frábæra erindi. Maður er bara stoltur að vera skógabóndi. Kannski maður tekur bara meira undir. En mér langar aðeins til þess að það er eitt erindi eftir, áður fáum það, standið upp og fá okkur eina kleinu og eitt kaffisbolla og svo tökum við erindi og smá spjall áður hreinn líkur þessu á eftir með samantekt. Já, það er ekkert gefið eftir. Það er það er alltaf tala að geyma besta bitann það til síðast. En nú ætla ég að fá að kynna Ragnheiði Björk Halldórsdóttur og Bændasamtökum Íslands og hún að tala þetta flóknar sem heitir bændaskógrækt. Gjör svo vel. Takk fyrir kærlega. Heyrist í mér eða er ég of lágvaxin fyrir þetta? Sko, þetta gat hún. Frábært, takk kærlega fyrir. Og bara, ég vona að allir séu ennþá í góðu standi, ekki í rosalega miklu sykurfalli. Við erum náttúrulega komin svolítið lengra inn í daginn. Þannig að ég bara bið Guðs að það sé smá athygli eftir, af því ég er með ótrúlega skemmtilegt erindi, eins og nafnið ber með sér. Ég er búin að setja mér eitt markmið og það er að fara yfir tíma því að það er allir búin að vera í svo svakalega mikilli tímastjórnun og í þeim anda þá langaði mig eiginlega bara að byrja á því að þakka ykkur allir náttúrulega fyrir flotta áherðina, fyrir flott erindi, en sérstaklega mitt bara Sólheim fyrir góða móttökur, en svo langaði mig að þakka honum Hlyni sérstaklega fyrir, sem er einhvers þar bakvið, mjög líklega, maðurinn sem var tæknimaður, á sama tíma hann var með erindi, hélt utan alla dagskrána hélt utan boðin út af við og hvaðina, en hann er svona típist, Hlynur er alltaf maðurinn á bakvið tjöldin, þarna kemur hann, hann langar bara aðeins þess að gefa hann gott lag. Að því sögðu, þá ætlum ég nú aðeins að halda áfram. Ragnheiður Björk heiti ég og er að vinna með Bændasamtökunum á þeirra sjálfbærni vegferð, ef við viljum okkur að tala í stórum og yfirgripsmiklum orðum. Mér langaði til þess að ræða við ykkur í dag þetta fyrirbrigði bændaskóga. Við erum aðeins búin að snerta á þessu hér og þar, en í rauninni svolítið stóra spurningi sem ég langaði til að varpa fram hérna í dag er í rauninni hvernig knýjum við áfram þennan áhuga sem að Ásmundur hefur svo réttilega bent á og hvernig í rauninni fáum við fleiri til þess að taka þátt í þessara vegferð rétt eins og hann hefur gert. Ef við byrjum bara að því að skoða forsendur skógræktar fyrir bændur, að þá erum við í rauninni að tala skógrækt sem hefur verið aðallega stunduð af hugsunarmönnum í gegnum tíðina og hér eru nokkrir einstakleikar náttúrulega inni í þessu rými sem eru kannski forsprakkar á þessu sviði án þess að nefna þá nafn, af því ég er svo hrædd að gleyma einhverjum nöfnum. En að öllu jöfnu þá, aftur, stóra spurningin fyrir mér allavega í dag er hvernig fáum við fleiri, sérstaklega bændur, til þess að planta niður trjám. Þá eru þrjú atriði, lykilatriði sem mig langaði til þess að varpa ljósi á. Það er fyrir það fyrsta, náttúrulega vitum við að þeir sem að fara í nýskógrækt mega vænta þess að sjá einhverja afkomu og afurðir af sinni ræktun og búskap á bilinu eftir 15 til jafnvel 70 ár, ef ekki jafnvel lengur eins og kom fram í máli Björgvins. Ekki sant? Jú, í Björgvins. En á öllu jöfnu þá, númer 2, þá langaði mig til að nefna einmitt skipulags- og fjármála eða fjárhagshindranir sem standa í vegi fyrir okkur í kerfinu, sem að sumir finna meira fyrir heldur en aðrir. Og svo náttúrulega í þriðja lagi þessar breyttu rekstrarforsendur í formi kolefnisbúskapar sem einmitt megin þema dagsins í dag.
Ef við höldum þá aðeins áfram og áttum okkur aðeins á stóra samhenginu, á Íslandi erum við með 10 milljón hektara af landi og öll vitum við getum ekki varpað eða plantað trjám á öllum þessum skika. Hins vegar vitum við það að innan við 3% af þessari landstekju þakið bæði skóg og matvara framleiðslu eða ræktun. Á meðan við vitum þá einnig að 15% af öllu landi á Íslandi talið ákjósanlegt til ræktunar. Aftur, hvort heldur sem fyrir matvæli eða fyrir skógrækt. Höfum þetta aðeins í huga og svona, eins og ég segi, þetta gefur okkur svona smá kannski mynd það hversu stór tækifærin eru sem við höfum hérna í höndum og hversu mikla sókn við gætum í raun og veru séð í skógræktin á Íslandi og sömuleiðis náttúrulega í matvælaframleiðslu. En að öllu jöfnu þá bara svona til þess að taka smá söguútskýringu fyrir sumir sem náttúrulega voru hér til staðar á þessum tíma en ég. En að öllu jöfnu árið 1990 þá var skógaþekja á Íslandi einungis 7.000 hektarar. En með átökum hér og þar landið og eins og ég segi þessum hugsunarmönnum sem margir hverjir sitja hér inni í dag sem á öðrum forsprakkum að þá höfum við náð að margfalda í rauninni skógaþekju landsins og í dag sjáum við þekju upp á 57.000 hektara. Þar af telja allt að eða í kringum helmingur þessar þekju til þessara bændaskóga. Þá erum við að tala skóga sem liggja inni á landbúnaðarjörðum, þar að segja eru í umsýslu bænda. Við fórum í smá átak núna í haust hjá á skrifstofu Bændasamtakanna og ákveðum að spyrja okkar félagsmenn þvert á búgreinar hversu mikinn áhuga viðkomandi hefðu á frekari skógrækt. Og þá vorum við bæði að tala þá sem myndi vilja fara í stærri skógrækt en sömuleiðis þá sem myndi vilja stunda einhvers konar blandaðan búskap og auka í skógrækt á sínu landbúnaðarlandi. Niðurstöður þessara könnunar gáfu til kynna að við gætum alltaf tvöfaldað núverandi skógarþekju á landinu. Svo spurningin hvernig í ósköpunum náum við að virkja þennan áhuga sem fyrir hendi liggur. Þá kemur náttúrulega að því að auðvitað eru margir búin að taka þetta til máls í dag það hversu ótrúlega hversu mikið lýðheilsa fólks bætist náttúrulega við það eitt að vera með grænt og græna skóga í kringum sig. En hittir svo það eins og Gunnar Sveinn og sömuleiðis Jóhann Páll Jóhannsson hér í ávarpi sínu áðan umhverfis- og loftslagsráðherra kom inn á þá hafa stjórnvöld náttúrulega skuldbundið sig upp á alveg töluverða bindingu í landnotkun og við vitum að skógrækt einu bindingamöguleikin í landnotkun í dag. Þar af leiðandi það að færa okkur frá úr 57.000 hektara skógþekju og bæta í rauninni við það þessu 40.000–50.000 hekturum af skógaþekju gæti í rauninni mögulega gert okkur kleift að ná, ef við myndum ná að virkja þetta núna innan næstu 15 ára, þá hefðu við í rauninni möguleikan á því að jafnvel auka skógabindingu í LULUCF-bókhaldinu svokallaða upp á 50%, sem ég ætla að leyfa mér að segja, alveg töluverð aukning í stóra samhenginu og sérstaklega í ljósi þessar skuldbindinga fyrirremdara. En hvað eru þessir bændaskógar, eða hvernig skilgreinum við þessum bændaskóga? Ég ætla að leyfa mér að tala þetta í aðeins einfaldri orðum heldur en kannski margir inni náttúrulega skilja skógrækt. En í grófum dráttum þá leyfum okkur aðeins að flokka þetta yfir í 5 ólíka skóga, eða gerðir skóga. Og vildi náttúrulega bara benda það að margir hverjir inni til að mynda stunda í rauninni skógrækt ekki einungis í einum tilgangi, þar að segja til þess að rækta eina gerð af þessum skógum, heldur eru náttúrulega líka möguleikar á því að sami skíkin þjóni ýmsum tilgangi samhliða, eða á sama tíma. Hér erum við bæði með ræktaða skógana og svo sömuleiðis náttúruskógana, en meðal ræktaðra skóga þar erum við þá í rauninni að tala þessa nytjaskóga sem eru þá með þessu hugmynd að við séum að rækta, ég veit ekki hverju ég nú að fara eitthvað voru svona sálma, ég er náttúrulega nýbúin að fá þetta frábært erindi hjá Ásmundi þar sem hafa farið bara
skref fyrir skref í gegnum þetta, en að öllu jöfnu, nytjaskógræktin, þar erum við að tala að tilgangur snúist að byggja upp viðarafurðir og nytja aðra viðarnytjar. Svo erum við að tala þessar blönduðu skógrækt. Hér erum við svolítið að vonast til þess að fá einmitt en fá fleiri bændur til þess að taka aðeins betur á málefninu og bæta í sína skóga. En þar erum við að tala til dæmis skjólbelti, skjólskóga, þar sem að tilgangurinn að beturbæta umhverfi til ræktunar í jarðvegsræktun sem og bústofni. Beitaskógar hafa þann tilgang þá að skapa betri umhverfi fyrir okkar bústofna og svo náttúrulega útivistarskógar sem við höfum nú búin að heyra nokkrum sinnum í dag. Svo ætla ég nú ekki að staldra lengi við náttúruskógana eins og við vitum að þá og fram hefur komið í dag að þá náttúrulega snúast náttúruskógar það sem við getum uppskorið úr náttúruskógunum náttúrulega einna helst þessar villtu afurðir sem þarf fyrir að finnast í skógabotninum. Þannig að eins og segi, allar þessar ólíku tegundir hægt að rækta á sama tíma og þar af leiðandi geta bændaskógar verið rosalega margslungnir eða margbreytilegir. En þá náttúrulega aftur spurningin, hvernig í ósköpunum náum við að virkja þennan áhuga? Hvað það sem að þvælast fyrir bændum eins og og þar höfum við aðeins skoða bara virðiskeðjuna almennt og ég ætla ekki að staldra við af því að eins og segi Ásmundur tók náttúrulega alveg gersamlega í bakaríið og ég ætla ekki að fara að endurtaka það sem að hann fór vel yfir. En við skiptum þessu kannski svolítið í tvennt. Við erum annars vegar með þetta framkvæmdaferli nýrra bændaskóga sem svona svipað þvert á alla típu bændaskóga og svo það náttúrulega umhirðan sem að verður svo ólík eftir því í hvað tilgangi skógurinn ræktaður. En eins og við sjáum þetta þá eins og fram hefur komið líka í dag, geta skipulagsmál verið, getur verið svolítið dragbítur í nýskógrækt, bæði hvað tíma varðar en einnig varðandi fjármuni. Þá erum við náttúrulega að tala aðalskipulag, deiliskipulag og annað slíkt. Svo náttúrulega stöndum við líka frammi fyrir náttúruvá og ýmsum áföllum. Við náttúrulega sáum þetta fína haglir og við vitum hvað gerðist hér í fyrra. Sem að kom landbúnað allavega á Íslandi í ágætt uppnám í byrjun júnímánaðar. Þannig að einhvern veginn þurfum við að finna leiðir til þess að tryggja viðkomandi skóga og ný skógrækt fyrir mögulegri vá og öðrum áföllum. Ef við skoðum svo fjárfestinguna þá ætla ég að leyfa mér aðeins að sluppa en það hægt að áætla ef við horfum á til að mynda 100 hektara skógrækt, ný skógrækt að þá gætu viðkomandi bændur síðan alltaf 70 milljón króna fjárfestingu í uppáhaldsfjárfestingu sem alveg töluverðir fjármunir og sérstaklega í ljósi þess að það taki aftur eins og ég sagði áðan 15 til 70 ár fyrir viðkomandi skóga þess að gefa almennilega afurðir af sér. Hér fórum við í smá vinnu hjá bændasamtökunum og erum aðeins búin að reyna átt og gráði hvað það sem að við sem regnhlífarsamtök eða hagsmunasamtök getum gert til þess að virkja þennan áhuga. Hvað það sem við getum gert þess að hleypa þessum hindrunum aðeins úr vegi og leysa þennan áhuga úr læðingi. Fyrir það fyrsta þá það skipulagsmálin og þar höfum við í huga því að setjast niður með ólíkum sveitarfélögum á landinu og sömuleiðis skógabændum á landinu og átt og gráði hvaða annmarkar eru í skipulagsmálum viðkomandi sveitarfélag og hvernig gæti skilvirkt ferli litið út sem hægt væri að innleiða þvert á sveitarfélög á landinu. Næsta svo aftur komið að tryggingunum að skilgreina almennilegt tryggingakerfi þar sem maður tekur á eins og myndist á mögulegum áföllum og öðrum sem tengist jafnvel náttúruvá. Þannig að við ný skógræktendur eða skógabændur sem að stunda kolefnisbúskap verði ekki fyrir of miklum áföllum. Og síðan aftur varðandi þá þessar stóru fjárfestingu sem liggur í upphafi nýskógræktar. Það tvennt sem við höfum látið okkur datta til hugar að vinna í. Annars vegar væri það að koma með einhvers konar tryggð græn lán sem að bæru þá nægilega góða vexti þannig að það sé í rauninni aðlaðandi að fara í nýskógrækt en sömuleiðis einmitt að mögulega kæmi einhvers konar
ábyrgð frá stærri aðilum, til að mynda frá ríkinu og öðrum opinberum aðilum, þar sem að allir leggja í rauninni hönd og plóg hvað ábyrgðina varðar. Og svo, en þetta væri kannski einmitt frekar fyrir svona stærri skógaþekju, og svo höfum við í huga að skoða með hvaða hætti við gætum tekið frá þessa blönduðu skóga eða svona agroforestry pælingar og nýtt það mögulega saman til dæmis með inn í búvörusamninga eða annað slíkt, með einhvers konar hlutaendurgreiðslu til að mynda af innkaupum með öðru. Þá bara aftur svolítið að erindinu í dag, svo snýst þetta svolítið einmitt sölu þessar eininga. Hvernig getum við brúa bilið á milli ári 0 og 15 til að mynda. Og þetta kannski svona þessi mest krúsjál tími, þannig að afkoman kom ekki bara í næstu eða þar næstu kynslóð eftir að nýskógræktin hefst. Hér eru náttúrulega ákveðna annmarkar í gangi. Sum okkar hér hafa lent í svokallaða bandormi, en það er svona, þar sjáum við svolítið markaðan vera að taka nokkur skref aftur og bak hvað valkvæða kolefnismarkaðan varðar. En hér þurfum við með svolítið átt okkur á því hvernig getum við tryggt eignarhald bændanna á skóginum sem lengst, þannig að afkoman verði sem best fyrir viðkomandi, en á sama tíma eins og kannski kom mjög snemma fram, hvernig getum við tryggt það hjá Gunnar hvernig getum við tryggt það að allir hagsmunaaðilar séu með sömu framtíðarsýn á kolefnismarkaði og sjá í rauninni hvernig getur hreyft sig saman í taktin inn á þessum markaðum. Síðasti búturinn snýst svo bara sölu þessara afurða og það kannski svona aðeins meira inn á landbúnaðarhlutann, en hér erum við þá í rauninni bara að skoða hvernig við getum mögulega tryggt á betri fjárfestingarstuðning þegar kemur að afurðasölu og þar af leiðandi af afurðastöðvum. En hafandi sagt þetta, þá langar mig bara í lokin að varpa þessari spurningun í salinn og skilja ykkur svolítið eftir með þessa spurningu, vitandi það hversu mikill áhugi fyrir hendi núna meðal bænda að fara í frekari skógrækt, hvort sem að það sé í blandaðri mynd eða í heilsteyptum skógamyndum. Hvernig getum við virkjað þennan áhuga á bændum til skógræktar? Hlakka til að heyra meira frá okkur mögulega í spjalli eftir á. Takk fyrir mig. Takk Ragnheiður, takk fyrir öll erindi sem hafa verið hér í dag. Áður en Hreinn Óskarsson, formaður Skógræktarfélags Árnesinga með meiru, tekur til máls og tekur þetta saman, þá opna ég hér á stuttar spurningar og stutt svör. Eru einhverjir sem að vilja spyrja? Gjör svo vel. Takk fyrir Hilmar Guðvarsson ég sem nú frá Yggdrasil Karbon og þetta líka bænda við skógrækt. Mér langar að spyrja þessa góðsölu og samskipti. Við talum við ETS-kerfi og við sjáum það víða erlendis, þar sem við erum með sambærileg kerfi og svo í Evrópusambandinu erum við skoðað þetta. Það markaði náttúrulega ekki búin að koma hérna inn. Einingar eins og skógræktareiningar getur mögulega komið inn og þetta bara lobbyismi og ég vil langar bara að spyrja, eru þið að lýsa því hvað íslensku stjórnvöldum að þið myndu vilja frekar vera að taka þátt í svoleiðisverkefnum heldur en að borga bara skattinn sem að ETS svolítið í dag? Nei, klálega ekki til það. En væri ekki til í það? Allir heyrðu þessa spurningu og allir heyrðu svarið. Viltu svara nánar? Þetta bara þetta svar? Já, ég gafst mikið tími til þess. Vandamálið okkar með EU ETS er kannski tvíþættur. Annars hver eru undanskildir? Standu upp þannig að heyrðist. Annars það hver eru undanskildir í, sem eru til dæmis drukar í Evrópu, sem eru algjörlega galið því að þeir eru mest mengandi flutningar. Númer 2 þá er það lítil skip sem er líka galið því að kolefnisfótspor hver flutta einingu allur á nærða aldrei þessu starfa hagkvæmni til þess að lækka eitthvað kolefnisfótspor. Hinn punkturinn sá að þetta ýtir ekki eða býr ekki til grundvöll fyrir það að þú réttlega eina fjall. Bara sem til samanburðar, þá kostar gasólía, tonnið af gasólíu í dag 800 €. EU ETS í dag 70 €. Það sem 3,2 sem CO2 tonnið af gasólíu
Hann brúar ekki fyrir til dæmis fyrir það að þú getur réttlega það að fara að kaupa grænt metanól. Grænt metanól kostar 1300 € í tonnið, þú þarf 2,1 tonn til að fá sama orkuðinu. Það er bara heiminn að hafa það og mun aldrei gera neitt. Þannig að annars þarf ETS að þrefaldast, fjórfaldast verði. Eða eitthvað annar skattakomin. Takk hérlega fyrir. Ég ætla að báka aðeins bara bæta við þetta bara upp á hvað ég segi, þegar það skýra þetta ná. Í ETS er skógrækt ekki leyft. ETS-kerfið snýst mótvægisaðgerðir á meðan bindingin er í rauninni annar kapítuli og það má í rauninni ekki nota bindingu inn í ETS-kerfið. Ég var að tala í öðru löndum eins og Nýja-Sjálandi þar sem að skógrækt er að telja inn í ETS-kerfið, það er ekki í Evrópsku. Fleiri hendur á lofti. Þið hafi ekki þolinmæði hjá þessum gaur sem stendur hér, þannig að hendurna þurfa að koma fljótt ef að koma fyrir spurningar. Ég ætla að biðja að koma hingað, mér skilst að það sé betra í einhverju streymi. Nei, það er nefnilega að þarf að tala í mikrofón til þess að þetta fari í streymi. Með Sæli Bergfljót er hérna áhugamaður skógrækt til áratuga og er svona að búa til plöntur líka. En við langar að spyrja Ásmund, hvernig lítur reikningsdæmið út fyrir þig? Það kom ekkert fram fannst mér að þú ert að selja kolefniseiningar og ég geri alltaf þessar bileiningar sem að þetta er náttúrulega litla plöntur en þá er það ekki. Og bara hvaða þetta stendur ekki undir sig, ég gerir fallega að þetta stendur ekki undir sig í heildina, þannig hvað sérðu fyrir þér varðandi það? Góð spurning, Ásmundur mættur að svara. Eins og ég líti á þetta þá er land takmörkuð auðlind og kolefniseiningar, við vitum nú hvernig þær eru framleiddar, tekur langan tíma að búa til 1 tonn. Ef þú ætlar að byggja hús, þú ætlar að byrja að grafa holur, þú ætlar að fá leyfi, teikna húsið og fleira. Það kostar tíma, það kostar pening. Það er alveg eins með kolefniseiningar. Það er engin munur á því. Þetta tekur langan tíma, það er búið að fara yfir það ágætlega hérna í dag hver sá tími er og það er þess vegna sem ég tel að einingarnar eigi eftir að verða enn verðmætari en núna og þess vegna er tækifæri til að koma inn í dag fyrir væntanlega kaupendur og eins líka fyrir þá sem að vilja framleiða. Reikningsdæmið í fyrra seldu við kolefniseiningar fyrir 20 milljónir sem ég tel nú bara að vera býsna gott. Það er á ári 3 hjá okkur og við erum auðvitað að horfa á langan tíma. Þetta er langhlaup, svona verkefni. Þetta er ekki skjótfengin gróði en ég hef trú að þetta skilir sér margfalt inn í framtíðina. Það er landsvæði á bak við það. Já, verkefnin okkar eru 400, við erum búin að gróðursetja 1 milljón tré í rúma 450 hektara og svona til að segja ykkur aðeins sko, þá er lengdin á skóginum hjá okkur orðin 4,5 kílómetri frá Laugarvatnsvegi og inn á heiði. Svona þannig áttu ykkur á stærðinni, þetta er ansi stórt. En við hefum trú á þessu. Takk fyrir. Já, takk fyrir spurninguna og takk fyrir gott svar. Ég er svo heppinn að svona síðustu viku og mánuðum hefur verið að kynnast þessum ágæta manni sem er svo stórhuga. En því miður erum við ekki öll svona stórhuga eins og þessi frábæru hjón. En kannski verið hægt að fara með þetta erindi víða og ég var að segja á þarna að ég ætla að fá þig á næsta aðalfundi á skógarböndum á Suðurlandi, tala yfir okkur með þessu, með þessum eldmót sem að ég veit að býr í ykkur báðum hjónum. En ein spurning viðbót, Þröstur hendin á lofti, mér sýndist það. Það langar bara til að bæta við. Já, komdu þá hingað. Til að bæta við, það er ekki spurning. Þegar við Gulli byrjum að vinna í skógarkolefnis undirbúningum, það eru orðin hvað?
6-7 ár síðan. Og hann kom með þetta til mín, þessa hugmynd það að hér þyrfti að verða til markaður með kolefniseiningar og til þess að hann geti orðið til þá þyrfti að vera vottunarkerfi og það þyrfti að vera kröfusett fyrir vottunarkerfið og það þurfti að búa þetta allt til frá grunni. Ekki það að þetta væri ekki til í öðrum löndum, við höfðum það til viðmiðunar en það þurfti að búa þetta til fyrir Ísland og við gerðum það. Og svo kom fleira fólk að þessu með okkur. Og þegar við byrjuðum, þá vorum við með útreikninga og við vorum með verð á kolefniseiningum frá Evrópu, einhverjum, og við reiknum út þetta verð og við vissum hvað það kostaði að rækta skóg. Og útkoman var sú að það myndi borga stofnkostnað skógræktar, sem skal selja einingar, myndi borga stofnkostnað skógræktar á innan við 10 árum. Ef allt gengi vel. Og við heyrðum frá honum Björgvin áðan að það sé með einhver 80 til 100 ár og eitthvað svona til að fá eitthvað tilbaka frá skógrækt, til að fá eitthvað inn í budduna. Það er svona svolítið gamlar tölur. Nýrri tölur eru kannski 60 til 80 ár, frekar en 80 til 100, en það er sama, það eru áratugir. Og fjárfestar ekki tilbúin til að bíða í áratugi. En sala kolefniseininga breytir því gjörsamlega. Þá erum við að tala áratug eða minna. Og við erum að tala að velta hefjist eftir 3 ár. Og svo er hann að selja á hverju ári, einhverjar fleiri einingar detta inn á hverju einasta ári. Og ef hann og þá er þetta komið, þá er stofnkostnaðurinn kominn á kannski 10 árum eitthvað svoleiðis. Fjármagnið þarf ekki að vera þolinmóðara heldur en það. Bankar lána pening til að kaupa hús með 40-50 ára endurgreiðslu samningi einhverjum. Af hverju ekki hægt að taka svoleiðis lán til þess að rækta skóg? Það ætti að vera hægt. Það ætti hver skógarbóndi að geta gert það og borga það tilbaka á 10 árum. Þannig að þetta er allt hægt. Fyrstu tölurnar frá honum Ásmundi, þetta er bara fyrstu tölur. Þetta er eins og í kosningum. Þetta er bara fyrstu tölur. Og hann er ekki með það alveg á hreinu hvort það verði 6 eða 7 eða 8 eða 10 ár þangað til hann er búinn að borga upp stofnkostnaðinn. Það er ekki alveg með það á hreinu af því það er ekki alveg komið. En þessar fyrstu tölur segja mér að það sem að við Gulli reiknum út í upphafi og trúðum eiginlega ekki þá, það er bara raungerst. Þannig er það. Ég held að við erum að klappa fyrir Þresti. Og nú kemur Hreinn Óskarsson og ætlar aðeins að fara málþingið. Þegar Hreinn er búinn, þá kemur hér Valgeir, hann er félagsmálafulltrúi hér á Sólheimum, er það ekki rétt hjá mér? Og hann ætlar að koma og afhenda þeim sem eru búin að flytja erindi hér í dag og standa sig á einhvern hátt, hér fallega plöntur. Og þá kemur ljós hvernig veðrið verður, ef það er komin sól í heiði þegar Valgeir eru búin að segja eitthvað, þá verður hugsanlega að labba en heimafólk ræði því algjörlega. Ég ætla bara að nota þetta einstaka tækifæri og segja takk fyrir mig hér í dag. Þetta er búið að vera frábær erindi og sem skógarbóndi þeir eru búin að njóta hverja einustu mínútu hér í dag. Ég segi bara takk fyrir mig og gef Hreini loka orðið. Komiði sæl og blessuð. Þetta er orðin einhver tíska að fá mig til að halda erindi á svona málþingum og klára þau og ég ætla að reyna að hafa þetta svolítið öðruvísi en síðast því að fólk hefur svo langt minni, nú sé ég ekkert hvað er að gera. Ég held að skammtíma minni hjá ykkur sé meira heldur en hjá mér, þannig að ég þarf ekki að rifja upp það sem fór fram hérna áðan. Ég er semst að vinna hjá Land og skógi, það er svona mitt aðalstarf, svo er eins og þegar fólk er á mikið lokað inn á skrifstofu og þarf að komast út í eitthvað svona praktísk verkefni þá
ég sem sagt í stjórn Skógræktarfélags Árnesinga sem ég fæ pínu útrás fyrir svona skemmtilegri þætti. En ég ætlaði að hafa þetta stutt, ég ætlaði aðeins að taka annan vinkil á þessu heldur en að taka saman allt sem sagt var. Aðeins að líta á kannski stóru myndina. Takka öllum fyrir góða kynningu. Það er gaman að sjá hvað mikið af flottu fólki komið inn í hennar bransa sem tengist ekki beint skógrækt, heldur svona, þetta tengir saman þennan þessi iðnaður og einkageiri sem er að gera skógræktina miklu stærri en hún hefur verið. Algjörlega frábært. Mikil þróun orðið á síðustu árum. Við erum búin að sitja marga fundi, ég, Þröstur, Gulli og fleiri hjá Land og skógi, þessum er Úlfur, bróðir talandi Úlf, hann startaði þessari gróðrarstöð, er það ekki rétt? Tók við henni á fyrsta ári, já. En hætti fyrir löngu síðan eins og sást á myndunum því að það var ekki góð stand við að hann hætti. En það er svona mál. En já, en það er óbúslega mikið þróun búin að eiga sér stað. Þetta voru svona börn síns tíma þessi fyrstu verkefni og setja mörg góð verkefni í gang, skógur að vaxa upp en þau uppfylltu kannski ekki akkurat þær kröfur sem er búið að setja í dag og þau kerfi. Þannig að já. En Joseph Black, það veit enginn hver hann er lengur kannski, það er gaurinn sem fattaði upp á koltvísýringnum. Hann hitaði kalkstein. Þetta var skilur þegar við vorum með það í torfkofum fyrir 1800, þetta var 1750 sjálfsagt. Og hann fattaði að þarna var eitthvað efni sem að þetta koltvísýringur, eða hann kallaði svolítið ykkur allt öðru nafni. Þetta var hættulegt, þegar maður andar þess að þessu svona óblönduðu við súrefni, þá getur maður steindreiflist og þetta er gott fyrir plöntur. Plönturnar hreinsuðu svona óhreint loft, hann fattaði það var annar gaur reyndar líka sem að skoða það. Og við erum sem sagt kolefni hérna inni. Þetta er fjórða algengasta efni hérna. Það er oft spurt sko hvað er þetta kolefni, hvað er þetta koltvísýringur? Það er svona koltvísýringur hérna inni, sjáum við ekki. Við erum kolefni. Við erum kolefni samsætt að halda erindi inn í kolefnishúsi og sitjandi við kolefnisborð og rosalega mikið af kolefni í heiminum. Þið þekkið allt, þegar við brennum eitthvað þá verður til koltvísýringur. Ég talaði Carbfix. Það er akkurat kannski ferlið á þessu tilbaka í jörðinni. Við erum að búa til einhvers konar kalsíumkarbónat með blanda með einhverjum fleiri efnum djúpt ofan í jörðu. Það er þessum kolefnisbindingi þeirra. Besta mál, síðan er þessi ljóstillífun. Það var einmitt annar gaur þarna, Jan Ingenhorts, sem var þarna einmitt á 18. öldinni miðri. Hann komst að því að plönturnar hreinsuðu þetta loft í til dæmis þar sem hafi verið mikið af skepnum inn í húsum og svona. Það var greinilega komið eitthvað efni þarna sem að plönturnar gátu hreinsað og búið til eitthvað sem að gerði umhverfið lífvænlegra. En ástæðan fyrir kannski að taka þetta er bara þessi þekking á loftslagsbreytingum, koltvísýringi, byggingarefni, plantna og annað slíkt. Það er oft verið að segja sko þetta er bara einhver vitleysa að sé einhver loftslagsáhrif og þetta kolefni, hvað rugl er þetta? Ég hef ekki neina trú á þessu. Og það þarf einfaldlega bara að fræða fólk því að fólk bara hefur ekki forsendur alls staðar í heiminum til að skilja hvað þetta gengur út á. En þetta er sem þetta þessi fræga þetta fræga línuritt þarna sem að mælingar á Mauna Loa frá 1950 og eitthvað sem að sýna bara einfaldlega að það er að aukast alltaf styrkurinn á koltvísýringi. Þetta veldur því að þessi sólarorka sem kemur inn að jörðinni þegar að jörðin geislar frá sig þessum varma og eykst þessi þó þetta sé lítið magn sko parts per milljón þá myndar þetta ský, þetta myndar þannig að það speglast tilbaka aftur þessi geislun úr andrúmsloftinu niður á jörðina, hitara, þetta er gróðurhúsaloft áhrifin. Þannig að og það sem við vitum að er til ráða það er náttúrulega að minnka losun, eins og búið að halda fínustu erindi hvernig hægt er að minnka losun og auðvitað draga úr skógareyðingu, það er stórt vandamál, það er verið að brenna niður í Amazon og víðar sem svarar flatarmáli Belgíu okkur einasta ári, minnum mig. Og svo verið að dæla upp olíu úr jörðinni, bæta því inn í kerfið, eldgömlu kolefni sem var einhvern tímann plöntur eða skógur og kol.
Þannig að það sem við getum gert náttúrulega að vernda votlendi, jarðveg og skóga. Við getum bundið kolefnisrækta nýjan skóg, það sem við höfum verið að ræða hér í dag. Endurheimta skóga á votlendi. Þannig að það það sem að Kyoto og Parísarsamkomulagið voru að fjalla að láta einkageirann inn í þetta eins og búið að koma fram hérna. Kolefnismarkaðir. Þannig að binda búið business úr þessu. Og það einfaldlega að gerast eins og Þröstur sagði. Kannski hraðar en bjartsýnustu menn þorðu að vona. Og það sem að gerast núna það eru komnar eins og kom fram hérna skýrar leikreglur, skýr kröfusett, verkferli, það eru komin fyrirtæki sem að vinna í þessum bransa, það eru komin fyrirtæki sem vinna í skráningunni, fyrirtæki sem vinna í vottuninni og þetta bara orðið nokkuð skýrt eins og Ásmundur nefndi, hvernig á að gera þetta. Þannig að við erum á góðum stað þar. En það sem ég vildi kannski segja í lokin, það alveg rosalega skrítin umræða þessi mál í samfélaginu og það sem ég held að þetta frábært framtak að halda þetta og bara takk til allra sem stóð að því að það þarf einfaldlega að kynna þetta út allt í samfélaginu miklu betur því að fólk hefur engan skilning á þessu og því meira sem talað þetta á jákvæðan hátt, ekki endilega svara þessum neikvæðu röddum sem eru að bulla, heldur bara einfaldlega að kynna þetta bara jákvætt aftur og aftur, reyna að koma að staði í einhverjum TikTok-vídeóm eða YouTube eða hvað fólk horfir á í dag, yngri kynslóðir sem dæmi. Því meira sem við komumst inn í svoleiðis kynningamál, því betri skilningu verður á þessu. Og þá mögulegt að ráðuneytin og alþingismenn og fleiri séu líka konum með þetta í hausinn, sko. En það þarf einfaldlega bara að bæta verulega í og þetta góður áfangi því. Það vantar bara fréttamennina hérna. Vantar sveitarstjórnarfólki kannski, ég sá að var einn hérna áðan, eru fleiri sveitarstjórnarmenn hérna. Önnur, 2, frábært. Og það ætti náttúrulega að vera fullt af sveitarstjórnarfólki hérna og það er gaman að sjá ennþá fleiri bændur. En þetta verður vonandi tekið bara aftur hérna á stærri vettvangi og fleiri stöðum á landinu. Og jafnvel inn á þingi. Þannig að ég bara þakka fyrir þetta flotta framtak, flott erindi, góða yfirferð yfir allt og þetta er óbúslega mikilvægt að fá þetta málþing og eins og ég sagði, gerum meira af þessu. Takk fyrir. Komið sæl, Valgeir heiti ég, Backmann, félagsmálaumir á Sólheimum. Mér langar til þess að gleðja ykkur á því að ég ætla ekkert að fara að labba út í þessu veðri á eftir. Þannig að ykkur er fyrirgefið. En aftur á móti, það er ákveðin skylda sem fylgir því að þið þurfum að koma inn í sumar. Í sumar erum við með menningarveisluna okkar, við erum 95 ára og allar helgar eitthvað að vera, það eru sýningar, kaffihús, mikið yndislegu fólki hérna og þið er bara að koma. En byrjum á því núna að kalla upp þá sem héldu fyrirlestra í dag. Við ætlum að afhenda smá þakklætisvort fyrir ómakið. Og ég ætla að fá að þakka ykkur öllum fyrir frábært málþing. Já, fyrstu gerð, fyrstu bæ. Ég með bóku á píanónu til að setja upp þessu verður allar myndavélar, það er vídeó. Vel. Það maður að gera þetta. Öllur. Það eru ölur og ölri. Æðislegt. Það eru ölur og ölri. Lengja göngutúri því þeir eru svo róleg. Þú stendur upp vel við það. Það var mitt á þetta. Það er ekki að koma ykkur aðeins, eða fæ ykkur aðeins lengra hérna.
þarf ekki að setja. Svartan skjá. Já, eða bara. Sleppið ykkur aðeins. Já, komið. Tveimur röðum. Aðeins að koma hérna nær. Takk fyrir mig, segningar þarna. Ég ætla að setja hérna. Svona? Já, ertu oftast? Er það ekki? Jú. Það er bestu vélina. Okay. Svo hægur við þig. Læsir þig. Það er klætt á fyrir þetta. Verðum við trókaðum á bílónu þar sem það ekki sett utan að það er ekki bílinu. Svartölur. Er þetta svartölur? Já. Svartölur. Svartölur. Er það svartölur eða káði eða? Ég er eldri.